Já, velkomin að Rauðaborðinu á 50. skvöldi. Það margt á dagskrá eins og oft áður. Aftast í þættinum og þá ætla ég að ræða við hana Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðing hryðjuverk og líka svona vaxandi ofbeldi í samfélaginu og ýmislegt tengt því úr hvaða jarðvegi hryðjuverk, hatursglæpir, einelti og skemmdarverk og annað slíkt sprettur. Þeir koma líka hingað og ræða stöðu íslenskunnar, Ármann Jakobsson sem að skrifaði grein nýlega að það þyrfti nýja fullveldisbaráttu til þess að verja íslenskuna og ég ætla að ræða við hann og Eiríkur Rögnvaldsson það sem að myndi kallast kannski staða íslenskunnar. Það verða femínískar fréttir hérna, María Pétursdóttir kemur og ræði þær og við munum hafa samband við London að spjalla við Guðmund Auðunsson fall Liz Truss og endanlega jarðaför nýfrjálshyggjunnar eins og sagt er. En fréttir dagsins eru hér, það Karl Hlíðinn, hvað að frétta? Já, það voru heitar umræður í dag innflyndamál og það heldur áfram. Jón Gunnarsson og Bjarni Benediktsson og Sigmundur Davíð svolítið svona back and forth að kasta boltum sín á milli. Sigmundur Davíð að spyrja Bjarna, reyna að draga hann inn í þessa umræðu. Hann vil fá skýra línu frá formanninum og fékk þær. Já, og Jón Gunnarsson vill vera með lög tilbúin fyrir jól og vill koma þeim í gegn og maður tók eftir í umræðinni að það áfram verið að svolítið svona glæpavæða innflyndur að vera að segja að þeir séu að smíkla sér inn með vegabréfum og Bjarni var svolítið að tanna það, maður glæpagengi sem að flytja hingað inn fólk. Að nýta sér þetta eitthvað. Já. Er til ykkur gögnum þetta, veistu svona? Nei, þetta svona, hann sagði bara vísbendingar hitt og þetta. Það gögnin sem eru síða allan fölsu vegabréf og svona, það er bara frekar lítið. Já. Það var ekki í fyrsta skipti sem að Sjálfstæðisflokkurinn er að gera úlvaldagur mýflugu í ykkur svona málum eins og bótasvindl og annað, sko. Já, það var líka aðstofamaður dómsmálaráðherra sem var í Sjálfstæðisflokki sem að sagði af sér eða var dæmdur fyrir það að bera út ósannindi hælisleitenda. En þeir ætla að ná þessu, Jón ætlar að mæla leggja frumvarpi fram fyrir landsfund og náði fyrir jól og þetta fór í gegnum ríkisstjórn en sjálfstæðismenn eru með fyrirvara að því þeir finnst lögin ekki nógu öflug og ætla að reyna að ná fram einhverjum breytingum í umræðinni. Kannski er þetta fyrst og fremst sýning sem sett fyrir landsfundin, ég veit ekki, sem ljós. En þetta er eitt af stóru málunum sem eru núna í gangi. Það er stórskrítið ef að Vinstri græn hleypa einhverju ægilegu gegn. Við munum sjá hvað verður. Vinstri græn hafa hleypt lóðrustu hlutum í gegn. Nefnilega, maður er ekki mjög vonguður. En það var blaðamannafundur í dag með Bjarna Benediktssyni og hann var að segja okkur frá IL-sjóðunum sem var til uppskiptingu ILS-sjóðnum sem var til við uppskiptingu gamla íbúðalánasjóðsins. Nei, ég hef nefnilega aldrei heyrt ILS-sjóðurinn, blaðamannafundur, bein útsetting. Ég veit ekki alveg hvort að fólk hafi kveikt á hvað það var. En þar kom fram að vegna lækkun vaxta þá hefur lækkun vaxta leitt til mikilla uppgreiðslna á útlánum ILS-sjóðsins og þau sjá fram að hann muni tapa 1,5 milljarði á mánuði. Málið er að þessi sjóður, þetta er gamli íbúðalánasjóðurinn og þegar að, ég held að verið 2004 að þá fjármagnaði hann sig erlendis með skuldabrjóðútgáfu sem að uppgreiðslan á því er einhvern tímann eftir 2030 og það eru tiltekin vexti sem það er að borga á því og svo lánaði hann íslenskum almenningi út á hærri vöxtum. En síðan opnaði ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar fyrir einkavæðingu íbúðalána. Það hafði verið þannig að íbúðalánasjóður lánaði svona 65-70%, svo voru bankarnir gátu lána þar fyrir ofan, kannski 10-15% og fengu þar alvegandi háavexti en af tiltölulega litlum hluta. Þegar að Kaupþing tekur yfir Búnaðarbankann, þá gera þau árás eiginlega á markaðinn með því að bjóða lægri vexti heldur en íbúðalánasjóður og þá fóru aðrir bankar í það og á mjög skömmum tíma þá, við getum orðað þannig, þá voru einkavædd íbúðalán sem að höfðu áður verið, svona upp á 65-70% verið verkefni ríkisins. Í lánunum var þeir sem að tóku lán hjá Kaupþing
og læri vöxtum, tóku peninginn og borguðu niður lánin hjá Íbúðalánasjóði. Og þá var Íbúðalánasjóður þannig að hann var með skuldabréf sem hann þurfti að standa skil á einhvern tímann eftir 2030 á tilteknum vöxtum, en hann var ekki með neina peninga á neina vöxtum. Þannig að það verður til hóla inn í þessum sjóð sem ógnarstór og þetta hefur verið nefnt í svona, þau verið að fara við fjárlögin, hvað heitir það, fjárlaga nefnd ykkur sem að fer yfir þetta, sem að Ásgeir Brynjar og fleiri yfir í, og þau hafa alltaf verið að benda á þetta, þannig er bara vaxandi svona mein inn í ríkisfjármálum. Það hangir yfir almenningi að það getur þurft að borga og menn hafa verið að reikna þetta, framreikna þetta, 300-400 milljarðar sem að eru raunverulega, almenningu þarf að borga á endanum, en þau eru bara verið alltaf ítt út í framtíðina. En er fyrir sjánlega að þurfa að gera. Ég manna Brynjar Níelsson vil líka vera nefninda, en þetta er ekki farið hátt með að við, sko, þetta er miklu stærri en ISIF, sko. Já, alveg, stærri upphæðir. Já. Og núna heldur hann Bjarni fund og er að undirbúa það að borga sig út úr þessu. Og hann er með einhver útreininga það að valkostinni séu að taka á sig 47 milljarða núna, sem að ég veit ekki alveg hvort það gangi upp með því að selja þetta, kannski er það búin að finna einhvern sem er til að kaupa tapið og setja fjármagna með einhverjum hætti. Eða þá að við bara bíðum og þá segir hann, held ég, að þetta sé ígildi þess að borga 1,5 milljarð á mánuði í 22 ár og það eru svona 400 milljarðar sem er sú tala sem almenningur þarf að borga vegna andvaraleysi stjórnvalda, ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokksins sem að með velvilja vildu hleypa bönkunum, óska börnunum sínum, Kaupþing og Landsbankanum inn á íbúðalánamarkaðinn. Og ég veit ekki hvað, þetta er nú lægri tölur heldur en að hafa verið nefndar áður. Það kann að vera, vegna þess að það eru peningar inni, þó að það dugi ekki fyrir að borga skuldin á endanum, þá eru peningar inni upp á 250 milljarð eða eitthvað, ég man ekki alveg hvað það var. Og til dæmis þegar COVID kom, þá kom þessi sjóður við sögu vegna þess að þegar ríkið var að taka lán til þess að standa undir COVID-aðgerunum, þá sótti það peningin í þetta. Það getur vel verið að það hafi verið eitthvað svona að þeirra tekið á svona þokkala háum vöxtum vegna þess að til þess að draga úr því hversu há upp að væri að safnast hann upp út af raunverulega bara einhverju mega klúðri. Þetta er náttúrulega bara eitthvað mega klúður sem að sko Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn stóðu að hana sem að veldur því að þú og börnið þín og fleiri þurfa að borga þetta. Þetta er, ef hann sleppur með 47 milljarða þá er þetta rúmlega halvur landsspítali. Já, gríðarlegt. En önnur svona einkavæðing sem er að skella þessu í hausna okkur á einkavæðing á Íbúðalánasjóð. Já, annars vegar það og svo bara eitthvað svona andvaraleysis klúður við í Íbúðalánasjóði að taka svona löng lán fram í tíman og líklega gert í trausti þess að þetta væri stefna ríkisvaldsins að ríkið myndi halda hjá sér svona stofninum af Íbúðalánasjóðunum sem að væri svona öruggara, til dæmis þannig var kerfið alla tíð lengst af í Noregi og í Danmörku og eitthvað lera, þannig að sko íbúðalánin voru sko á félagslegum grunni, þannig að bankarnir komist ekki í þetta fyrir bara núna á nýfrjóðsökutímanum, að þeirra var reiknað með að þetta væri stefna sem myndi halda, en svo bara breytti ríkisstjórnin stefnuna bara á einum kvelli og hefur kannski að séð fram á þetta og hugsa að það verður nú bara einhver annar fjármálaráðherra sem þarf að borga þetta. 30 ár fram í tíman eitthvað, kemur mér ekkert við. Þannig að þetta er eiginlega eins skringilegur þessi blaðamannafundur var, að það var þetta bara risastórt mál, risastórt neyslmál. Við munum fylgjast með þessu, þetta er rosalegt. Já. En í öðrum fréttum að það var Sveinn Andri Sveinsson sem er lögmaður eins mannsins sem er í gæsluvarðhaldi vegna grunns skipulagningar og hryðjuverkum. Hann segir að mennirnir tveir inn í gæsluvarðhaldi hafi í rauninni engar pólitískar skoðanir, það séu meinlausir og myndi ekki gera flugumein. Og hann alltaf lögmaðurinn þeirra, maður veit ekki hvað er til í þessu, en mér finnst þetta mjög skrítið þegar mennirnir eru með risavaxin vopnabúr. Ég veit ekki um það. En hann var fljótur, hann er bara nýbúið ráðan og hann er búin að leysa málið. Mér finnst hann var alveg snjallt. Sveinn Andri væri bara búin að leysa það. Já. En það málið er náttúrulega það að ef þú ert verjandi manna sem sakaður hryðjuverk, skipuleggja hryðjuverk, sko
mögulegi dómar, refsirammin, hann bara svo gríðarlega hár, það getur verið allt upp í ævina á fangelsi, þetta skipuleggi hryðjuverk. Já, þetta er svolítið Meðan að bara eitthvað sem ætlar að hóta að berja þig eða skjóta þig. líkamsárás. Já, líkamsárás sem ekki flokkast við hryðjuverk, þá það allt annað, þá það bara kannski 1,5 ár. Þannig að þetta eru gríðarlegir hagsmunir fyrir skjólstæðing Sveins Andra að honum takist að sannfæra lögguna, samfélagi, dómarana og hvern sem að þetta séu bara pörupiltar sem hafi verið að gantast eitthvað út í loftið á fylliríi, sko. Já, samt með alveg einhverja tugin allan af byssum, það með manni fyrsta skriti. Já, svona róleiklegra þegar þú ert með vopnabúr. Já, mitt. Að þú setja að spauga bara. En við getum ekki fellt dómum þetta. Nei, mitt, við sjáum hvað setur bara og fylgjumst með. En 12 þingmenn Pírata á Samfylkingarinnar lögðu fram frumvarp í dag þar sem lagt til nýtt ferli við breytingar á stjórnarskráni. Það virkaði þannig í dag að Alþingi þarf að samþykkja... Píratar og Samfylkingin? Já, 12 þingmenn Pírata og Samfylkingarinnar. Í dag sem sagt virkaði þannig að Alþingi þarf að samþykkja breytingar á stjórnarskrá og í kjölfarið þarf að kjósa nýtt Alþingi, eftir kosninga, og svo þarf nýtt Alþingi að samþykkja tillögunar. Frumvarp þingmannanna leggur til að þegar Alþingi hefur samþykkt frumvarp til breytinga á stjórnarskrá að þá verði efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að staðfesta þetta. Og í dag eru einmitt 10 ár síðan að þjóðaratkvæðagreiðsla var haldin að samþykkja tillögur stjórnlagaráðs til nýrrar stjórnarskrárs. Þannig að þau eru líklega að leggja þetta fram svona samhliða því og pælingar í kringum þetta. Fámenn hópur og 12 þingmenn af 63. Það dugar ekki til, sannarlega ekki. Þannig að þetta er svona yfirlýsing af þeim, hvað þeir myndu vilja, þetta er ekki líklegt að þetta ná í gegn. Já, en kannski með þetta spurningin sko hvort að þingið eða hvort að fólkið sé stjórnarskrárskjafinn að Sósíalistar bentu á einn kost sem væri það að það yrði bara stjórnlaga þing kosið sem að fengi þetta frumvarp að við myndum bara sætt okkur við það að Alþingi mun aldrei afgreiða þetta, getur ekki afgreiða þetta, getur bara þetta þvælist inn í einhverja svona dæguru pólitík og hvort það væri hægt að hafa samkomulag það að kjósa stjórnlaga þing eins og gert í mörgum löndum sem að fengi þetta frumvarp til meðferðar því það náttúrulega að fá einhverja meðferð þetta frumvarp það er til frumvarp og svo er eitthvað svona sem að fór í gegnum Alþingi, var einhverja breytingar og eitthvað svona, þannig að þetta var svona tillaga, ég satt hérna við rauðaborðið og ræddi þetta, þá var Ragnar Aðalsteinsson og hún þarna sem formaður félags kvenna stjórnarskrá og einhver úr stjórnlagaráði og mér fannst það vera svona ljómaði þá eins og þetta veri eitthvað svona sem að veri hægt að ná eitthvað svona sáttum því að ein leið í þessu máli, þú getur reynt að koma þessari stjórnarskrá í gegn en eins og frumvarpið á þeim Píratum og Samfylkingunni að færi þetta yfir eitthvað svona formlegri vettvang, þannig að þau tekju afstöð til formsins kannski það einhver leið til þess að koma þessu máli áfram því að þetta er náttúrulega mein í þjóðarsálinni og líka þessi ósvipni stjórnvald að taka ekki mark á þjóðaratkvæðagreiðslu við erum eina þjóðin sem að býr við þetta. Já, það er eiginlega sama hvað manni finnst inni að stjórnarskránar að þá bara það prinsipsatriðið mitt sko í lýðræðinu að þjóðin þau vinni ekki að því sem að þjóðviljanum sem skýr komin fram þannig í þjóðaratkvæðagreiðslu en það er spurning hvernig það fer það væntanlega ekkert að vera að gerast í þessari ríkisstjórn og þessu þingi. Nei og ekki þessu með þessi tillaga. Mér finnst að þingmenn eigi að reyna að búa til sko eitt að leggja fram frumvarp þetta er svona frumvarp sem lagt fram til þess að vera fellt. Mér finnst að fólk eigi að eyða orkunni í það að reyna að búa til samstöðu einhverju lausn sem hægt að ná í gegn. Það er nú bara minn smekkur. Við viljum ná einhverjum raunverulegum breytingum og Já, því að ég meina hvaða tilgangu verður það að einhver að leggja fram frumvarp til þess að sko lýsa sinni skoðun, það getur bara að skrifa kjallaragrein eða eitthvað með það sko. Og þingið ætti að vera, ég segi ekki að ég segi ólýsið þetta Biden sem alltaf að reyna að víla og díla einhverju máli genið þingið, en sömuleyti vinna þingmenn við það sko. Já, það er alveg góð búa til sátt, það er pólitíkur það. En svo líka kannski svona til að taka hinpunktinn að með þessu geta þingmenn sýnt og flokkar sýnt hvað þið standa fyrir. Þú getur skrifað bara greinu það, sko. Þú getur skrifað greinu það, eða orð ljóð. Já, rétt, þú getur gert það. En í þinginu er fólk að reyna að vinna málum fylgi og koma því í gegn. Þú veist, með allri virðingu fyrir þeim tímum sem við lifum, í allri þessari endalausu sjálfstjáningu sem fólk er í, þá finnst mér svona frumvörp og svona eigi að snúast það að þú sért að ná ykkur í gegn sem kemur í gegnum þingið.
Annars getur bara skrifa grein, sko. Eða hringt í nótar sögu eða eitthvað, sko. Góða punktur, eða sendu tilkynningu sem flokkur Já, eða eitthvað, já. samfélkingin Nei, eða nei, Píratar engin geta sendt bannað það. saman, bara gerum þetta svona frekar eða eitthvað. Já. Akkurat. Þetta var meira? Já, í öðrum fréttum, Já. Vilhjálmur Birgisson, hann komið svolítið áhugaverð, hann sagði svolítið áhugaverð. Hann segir að auðvaldið sem mjög öflugt stéttarfélag á bak við sig Sem og sjálfstæðisflokkurinn. það Sjálfstæðisflokkurinn, einmitt. Hann var að tjá sig frumvarp Ólafbjarnar og þingflokksins, allra nema Birgis, forseta Alþingis og ráðherrana, að fella burtu skylduaðila verkalýðsfélögum sem allir í verkalýðsfélögunum eru á því að muni veikja verkalýðsfélögin og þetta sé bara hugmyndum, þetta er bara nýfrjálsíkja hugmyndum að veikja verkalýðsfélög vegna þess að nýfrjálsíkja lítur á að það sé skaði í samfélaginu. Á meðan að kannski vinstri fólk vill líta á að verkalýðsfélögin hafi náð fram kannski þeim umbótum á samfélaginu sem einhvers virði eru, að þá Sem bara staðreynd. Já, sem þá hægrið og nýfrjálsíkja lítur á verkalýðshreyfinguna sem skafald og með þessa tillögu. Vilhjálmur segir Hann er með þetta sterkt orða hjá honum að kalla Sjálfstæðisflokkin stéttarfélag auðvaldsins. Það er nú bara mikið til held ég í því að maður skoða bara aðgerir flokksins og náttúrulega fjárlögin og skattkerfið og allt þetta. Og hann segir slagur Sjálfstæðisflokksins er grátbroslegt sem er stétt með stétt og er þetta slagur að mínum að þetta algjör öfumæli og ætti frekar að vera auðstétt með auðstétt sem er bara mjög góður punktur. Ég fyrir mig. Já. Þetta var meira? Já, Samherji datt af lista kreditinfo yfir framúrskarandi fyrirtæki. Samherji búin að vera á þessum lista síðan 2012. Það hefur sætt mikilvæg gagnrýni út af því að kreditinfo er það ekki þeir sem að njósna skuldara og selja upplýsingar skuldara? Já, þú vilt fá lán og þú vilt fá yfirdrætti og svona þá þarftu að enga fyrir þeir sem þetta er engareikin leyniþjónusta skuldara. Þannig séð, einmitt. Ég græt þetta þurrum tárum. En mér skil sko, þeir dutta ekkert út af listunum fyrir framhanskarandi fyrirtæki vegna rannsókna á mútubrotum þeirra heldur vegna þess að kreditinfo var aðeins að þrengja skilyrðin fyrir framhanskarandi fyrirtæki. Það er það sem Akkur geta tróða þessum ríka manni í gegnum nálaröð? Ég er ekki alveg viss. Ég fór ekki alveg nógu ítarlega í það. En já, þetta er svona fyndið. En stóra fréttir út í heiminum og það síðasta er náttúrulega að Liz Truss, forsætisráðherra Bretlands, hefur sagt af sér. Eftir, hvað var það, 40 dagar eða eitthvað? Hlustar á hana í höllinu? Nei. Nei, ég var við tölvuna og horfði á þetta. Rosalega stutt ávarpið hennar. Alveg rosalega stutt. Já, hún hefur ekki alltaf langa tíma til að undirbúa það. Hvernig hún ætlaði að kveðja, það var ekki eins tilkomið mikið og þegar Theresa May hætti sem að brast röddin á henni í lokin og var að tala að það verið ekki hægt að stolt hennar yfir að fá að hafa þjónað almenningi, það var ekkert svona hjá Liz Truss, það var ótrúlega stutt. En við ætlum að ræða þetta við fréttarittar okkar í London, Guðmund Auðunsson, sem er manna bestur í það að fjalla Brexit stjórnmál og það kemur hérna eftir augnablik. Já, nú aðalega frétt dagsins í einum stóra heimi er afsögn Liz Truss og hann er hingað komið fréttarit af okkar í London, Guðmundur Auðunsson, hagfræðingur, verður velkominn. Takk fyrir kærlega. Hvað er þetta að segja eiginlega? Þetta er eiginlega svolítið sneipu för hjá Liz Truss í embættið. Já, þetta er með ólíkindum, sko. Hún komst til valda var forsætisráðherra 7. september 8. september þá dó Elizabeth drottning, þannig að næstu 10 dagar var ekkert gert hérna. Og eftir það hefur henni tekist að tókst henni gersamlega að fá alla, ekki bara í landinu heldur líka í flokknum, íhaldsflokknum að gegn sér. Þannig að fyrst kemur hún fram með mjög harða nýfrjálshyggjustefnu sem að hafi greinilega verið undirbúin og skoðanakannanir í sumar þegar hún var kosin formað bentu til þess að hún myndi kjósa
og hún sótti þessar hugmyndir greinilega í hugarsmiðju eða svona hugveitu sem hún og Kwasi Kwarteng hafðu verið framalega í. Þannig að tillögurnar voru svona ultra nýfrjálshyggju tillögur að stækka kökuna og trickle down, brauðmólakenningar og allt það sem svona hagfræði sem átti rætur sínar á 9. áratugnum þegar Thatcher og Reagans og búin að sýna þetta tölfræðilega við fram á það að þær virka ekki. Þannig að það voru boðaðar mjög harðar skattalækkanir sem hún hafði reyndar lofað í sumar í kosningabaráttunni, þannig að það hefði ekkert átt að koma óvart. En það sem að ég held að það sem gerir síðan eins og margir vita það markaðurinn hrundi. Það fór allt til andskotans, pundi hrundi, vextir stórhækkuðu. Það þýddi það að eins og Íslendingar þekkja þegar að vextir rjúka upp og öllu valdi mjög hratt, þá eykst greiðslubyrði lána mjög hratt og þetta hittir stuðningsmenn íhaldsflokksins mikið fyrir vegna þess að það eru mikið húseigendur og í landi sem kannski ennþá samt 40% íbúanna búa í leiguhúsnæði. Þannig að þetta kom illa og þannig að henni tókst að gersamlega að rústa markanum og rústa skoðun áliti sínu meðal almennings. Og þá var reynt að klóra í bakkann. Og þá tókst henni að svona alienera, það að segja íta félögum sínum, hún fórnar Kwasi Kwarteng sem svona skoðanabróðir hennar, mjög sterkur skoðanabróður, sem var í raun og var ekkert að leggja fram nema skoðanir hennar. Og hún tekur inn gamlan Hauk sem svona íhaldsmaður á gamla skólanum, sem að þessi svona tveir helstu armar í flokknum, það eru þetta margir armar, en skona þegar kemur að efnahagsmálum þá það svona klassískir íhaldsmenn sem vilja vera með aðhaldsstefnu í fjármálum og svo framvegis og svo svona nýfrjálshyggjumenn sem trú á að það sé bara hægt að stækka kökuna með einhverjum töfrabröðum, svona supply side economics og í sletti aðeins ensku og markaðurinn hættur að trú á þetta. Markaðurinn trúði þessu mjög vel þegar Reagan og Thatcher komið með þetta fram, þannig að hann hrundi aldrei þá. Hann leiddi til hruns miklu seinna, en markaðurinn búin að fatta það að þetta gengur ekki upp. Þannig að henni tókst á örskamum tíma að fá alla mótið sér. Almenning, kjósendur íhaldsflokksins, svona íhaldsarmurinn var ekkert mjög ánægður, svo fær hún íhaldsarminn inn, sem að snýr við öllum stefnumálum hennar, þá hægri armurinn orðið mjög óánægður. Blöðin sem að flest studdu hann í kosningabaráttunni þegar hún var búið þessu fram sem formaður, snýru öll baki við henni, Daily Mail, Evening Standard og þannig að á örskamum tíma á rússíbanareið þá tókst henni að gersamlega mála sig út í horn og það var bara tímaspursmál hvenær hún myndi segja af sér. En hvað á leiðinni að þá eru náttúrulega flokksfélagar í íhaldsflokknum veljana þegar hún að kynna tillögurnar sínar að þá eru þingmenn sem að styðja það og styðja við bakið á henni þannig að, og blöðin höfðu sko stuttana það sem hún var með opinberlega með þessa stefnu í leiðtogakjörinu en svo allt í einu stendur hún einu eftir og án allra vina. Já, það tvennt sem spilar þar inn í held ég það að sko fyrst og fremst það að það var sjokk. Ég held að það verið sjokk fyrir alla og alveg stuðningsmenn hennar hvernig markaðurinn brást við þessu. Var það að markaðurinn sá fram á það að nú erum við búin að búa við 10 ára af það sem að þeir kalla austerity hérna sem bara niðurskura stefna á almannaþjónustunni. Þannig að eina leiðin til þess að ná einhverjum tökum á ríkisfjármálunum vegna þess að markaðurinn átta sig á því að það ekki hægt að stækka kökuna svona. Sko hugmyndin það að efnaðurinn vaxi svo hratt að skattatekjur byrja að koma inn aftur og það margbúið að sýna fram á það tölfræðilega vegna þess að þetta búin að margreyna þetta, að þetta virkar ekki. Markaðurinn rassjónal að því leyti að hann fer ekki að endurtaka vitleysuna aftur og hann veit að þetta gengur ekki upp. Það sem að
hinn möguleikin til þess að balansera bækurnar að skera enn meira niður. Vandamálið sem að þeir standa fram í, þetta tókst Cameron-stjórninni, en þeir skáru harkalega niður, þannig að það almenni þjónusta að vona völ, að það takmörk fyrir því hvað þetta skera mikið niður. Áður en allt fer til andskotans, og ef allt fer til andskotans, að þá snýs almenningur sér gersamlega gegn flokknum, þannig að þrýstingurinn þegar skoðanakannan koma fram og sína fram á það hrun íhaldsflokksins, vegna þessara svona marga þáttar sem koma, þá fara þingmennirnir sem studda hann innan flokknum að horfa fram á það að þeir geta mist þingsæti sitt. Þá þetta að verða persónulegt fyrir þá. Þannig að þetta var svona vítahringur niður á við mjög hratt, þannig hún misti stuðning allra og líka með þessum svona uppeyjum sem að hún gerði að þá svona harðlínu frjálshyggjumennirnir í flokknum mistu álita á henni vegna þess að hún bara sneri við öllu stefnunum sem þeir voru bara að bíða eftir. Þannig að þetta meðan að íhaldssami armurinn treystir henni aldrei hvort þið er. En hún náttúrulega misti eiginlega bara völd og íhaldsarmurinn tók bara yfir. Þegar nýji fjármálaráðurinn koma, þá kom hann bara með allt aðra stefnu. Það sem ég var að velta fyrir mér að á leiðinni, að þá eru margir sem að láta eins og nýfrjálshyggjulausnirnar séu bara góðar, bæði náttúrulega kjarnin í íhaldsflokknum sem að kausa hana, en líka blöðin og fleira sem að hafa verið að fjalla efnahagsmál og pressamfélag, eins og þetta sé góð og gild stefna. Ég bara velta fyrir mig hvort að Fallís Truss sé sko hinn endanlega jarðaför nýfrjálshyggjunnar. Það má segja það, efnahagslega sé hún það. Sko, dýnamíkin í stjórnmálum er svolítið flókin vegna þess að það spilast inn í Brexit, það spilast inn í svona það sem að geta þjóðernislegu sjóvinismi sem mismunandi innan það. Svo eru efnahagsmálin, þar eru helstu átakaarmarnir eru íhaldsarmurinn sem að balance the books og nýfrjálshyggjuarmurinn og nýfrjálshyggjan sko ég held að það hafi verið algjörlega það sem að banameini var á endanum það að grunnhugmynd nýfrjálshyggjunnar það að markaðurinn hafi alltaf rétt fyrir sér þannig að hann muni leiðrétta allt þannig að ef þú lækkar skatta þá búist markaðurinn við því að fjárfestingar auki svona mikið og hagvöxtur auki svona mikið og þá verður þetta svona glæsileg uppsveifla og þá munu skattatekjur hækka gegnum neyslu skatta og hærri tekna hjá fólki og hærri hagnaði hjá fyrirtækjum þannig að þetta muni allt reddast. Þegar markaðurinn hættir að trúa á þetta þá sko grunn hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar horfin. Það er að segja ef að markaðurinn hefur alltaf rétt fyrir sér, sem sko bara svona axióm, það er bara innbyggt í kerfina, hvers vegna hafnar það markaðurinn pjúra nýfrjálshyggjulausnum? Þetta svo páfinn kastið trúnni, að þá er fólki í flest skjól. Þegar hann gengur út úr kirkjunni og skellir eftir sér. Nákvæmlega, og svo Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er gott dæmi, að þeir hundskömmu hana. Og þeir voru meira að segja að tala um að þetta myndi auka ójöfnuð sem orðið nýtt hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn dálítið svona barómeter á hvar svona meginstraums hagfræði Á eftirstríðsárunum þá var Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn mjög keynesískur. Síðan verður hann nýfrjálshyggju, svona monetarískur og nýfrjálshyggju og verður sko rústar hagkerfi margra þriðjaheimslanda með bara svona bábiljum og trúarbrögðum á nýfrjálshyggjuna og svo eftir hrunið sko uppbyltingatímabil innan stofnana eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þetta tekur 8 tíma en eftir hrunið að þá hefur sko Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn svona breyst það er að segja það að hugmyndafræðin sem svona ríkjandi hugmyndafræði innan hagfræðinar hún hefur breyst og ég held að bæði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og sem markaðirnir sýna það að nýfrjálshyggja sem hugmyndafræði og einkavæðingar og læðingi, skeranu, reglugerðir, þetta allt gamla lummur sem að Liz Truss var að bera upp, að það bara ekki tekið mark á þessu lengur, nema kannski á Íslandi. Já, ég ætlaði að benda á að það voru 2 á landsfundinum
íhaldsflokksins sem voru ánægð með þetta. Það var Bjarni Benediktsson sem að postaði á Facebook að hann var ánægð með stefnu Lýs og svo var Óli Björn Kárason með honum á fundinum. Þannig að þótt að nýfrjálsar kannski döð út í heimi að þá eru allavega nokkrir hérna heima sem að trúa á hana. En heyrðu, ég var að hlusta svolítið á Bresk sjónvarp sem var náttúrulega undirlagt í þessu. Og það sem að mér fannst vera svona gegnumgangandi þar, það bara, fólk bara nefndi þessu ekki, sko. Alltaf vera að bjóða upp á nýtt formannskjör í íhaldsflokknum. Það var eins og íhaldsflokkurinn væri bara, þú veist, fólk bara reiknar ekki með neinu góðu frá þeim og þá er ég ekki að vitna í pólitíska andstæðinga. Heldur var það bara eins og maður heyrir oft svona hvernig tónnin í spyrjendum og svona. Það var bara eins og íhaldsflokkurinn sé búin að ganga gersamlega fram af bresku þjóðinni. Þetta alveg rétt. Það sem svolítið sérstakt líka við breska stjórnkerfið það að við stundum verið lýst sem kosningar einræði. Ólíkt því sem gerist til dæmis í samsteypustjórnum á Íslandi, eða meira að segja stjórnum sem eru meirihlutastjórnir, að þá allt vald fært í hendur forsætisráðherrann. Forsætisráðherrann velur ráðherrana, ólíkt því sem til dæmis á Íslandi eða í flestum Evrópulöndum og þá eru ráðherrar valdir af flokkum sem í samsteypustjórnum. Þannig að íhaldsflokkurinn sjálfur velur ekki einu sinni ráðherrana. Þetta gerir það verkum að ný stjórn tekur í raun og veru yfir allt stjórnkerfið. Það sem hefur virkað sem balans á móti þessu svona hefðarlega séð það að þú ert með ríkisbatteri, þú ert með bjúrókrasíuna og ráðuneytisstjóra og sérfræðinga innan ráðuneyti sem svona halda, þeir vinna alltaf fyrir stjórn hvers tíma en þeir svona slípa alla stefnuna. Og það eitt af því sem held ég líka hafi farið illa í fólk, var það að eitt af því fyrsta sem þeir gerðu var að reka ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneyti sem var mjög vel liðinn. Vegna þess að hann hefur greinilega verið að benda þeim á að þetta gengi ekki upp. Þetta geti verið hættulegt. Þannig að þá var hann bara rekinn. Og ég held að fólk búin að fá upp í kók þetta stórfellt innanhúsvandamál íhaldsflokksins sem búin að taka við breskt samfélag. Og fólk bara búið að fá upp í kókar það að landið raun og veru stjórnlaust og það erfitt að sjá það fram á að það breytist eitthvað. Þó það séu fengið einhverju svona eins og þeir kalla safe pair of hands að þá flokkurinn gersamlega búin að missa allt undan sér og það að aukast, auðvitað stjórnarandstaða vill fá kosningar, sérstaklega það alltaf aukast þrýstingurinn á það að það verði bara kjós upp á ný. En og að bara reyna að losna út úr þessari gísklingu sem íhaldsflokkurinn hefur tekið sem breskt samfélag. Og íhaldsmenn tala líka þannig eins og þeir séu búin að sætta sig við það að þeir munu tapa næstu kosningum. Það svona, þeir vilja ýta því á undan sér til þess að tapi verði ekki svo hryllilegt að þeir lendi bara í einhverjum stórkostlegum tilvistarvanda. En þetta þá ekki staða þannig að sá sem að stígur fram og býðst til þess að taka við keflinu, að hann líklega alveg óhæfur til þess að gera það því að þetta eiginlega hengingaról sem hefur verið að bjóða fólki að taka við sem leiðtogi íhaldsmanna í Bretlandi í dag. Það held ég að sé mikið til í þessu vegna þess að það verið að bjóða í raun og veru upp á eiginlega áskrift af því að verða blórabökullin þegar að þeir tapa næstu kosningum. Ég held að það sé margir farnir að hugsa þannig og Jeremy Hunt sem núna fjármálaráðherra og sneri öllu við, hann búinn að til dæmis gefa það upp að hann mun ekki gefa kost á sér sem leiðtogi, sem mjög óvenjulegt vegna þess að mjög líklegt að hann hefði geta náð meirihlutastöðningi. Ekki nema hann hugsi sér hugsanlega að verða einhvers konar málamyndina frambjóðandi þegar allt að fara í voðuvís og meira sé að aðrir eins og Penny Mordaunt sem svona hófsamari armi flokksins sem ég kalla þetta til dæmis viðreisnararminn í flokknum. Þetta eru svona hófsamir hægri menn með nýfrjálshyggju skoðanir en íhaldsamari heldur nýfrjálshyggju mennirnir en eru með líka laus við þessara svona
þjóðernis hroka sem hefur einkennt flokkin mikið. Mér dettur í huga þessi armur ætli bara að bíða og Það taka við þegar eftir kosningar. Þannig að flokkurinn eiginlega að búa sig undir bara stjórnarandstöðu og að ná þar einhverju svona endurnýjun, að þeir ná ekki endurnýjun í stjórn. Það er bara svo mikil átök innan og líka kannski staðan sem þau byrja á er svo slæm. En það er eitt sem er nefndur, það er komin undirskriftasöfnun, Bring Boris Back. Þú er ekki skrifandi það? Sko, mér finnst það ólíklegt. Það er alveg gífurleg bræði meðal ákveðna afla innan flokksinum ef að það verður gert. Það eina sem að ég gæti hugsanlega sé, hann gæti hugsanlega unni kosningar meðal flokksmanna Íhaldsflokksins. Við erum að tala með rúmlega 150.000 manns sem að kjósi í þessum kosningum. Þetta er upp til hápa, þetta er nær 75% eða fleiri eru yfir 65 ára aldri. Þannig að þetta er alveg, og flestir eru hérna söður hlutanum og eru svona söðaustursvæðinu og söðvestursvæðinu, sérstaklega söðaustursvæðinu, það sem kalla héröðin hérna. Að þetta fólk hugsar allt öðruvísi heldur en restin af landinu og þetta fólk gæti vel kosið Boris Johnson. Þetta var mjög harði Brexit andstæðingar, stöðningsmenn Brexit segja sem sé Evrópubandalags andstæðingar. Eina leiðin sem ég sé hann fyrir, sko, þingflokkurinn getur stoppað hann að fara í framboð vegna þess að hann velur 2 sem fara í framboð, en það er hugsanlegt að einhverju séu svona svo makkíavellinskir er það að látum bara kallinn taka þetta og taka skellingin í næstu kosningum. Losna við hann algjörlega. Ég nefndi svona kenningu við þig hérna í haust þegar leit út fyrir að Liz Truss myndi vinna þetta. Þá nefndi ég við þig að stuðningsmenn Boris hafðu sagt það að hann vildi að hún inni því að hún er svo fljóta klúðra málum að þá kæmi flokkurinn til hans og myndi biðja hann að taka við. Já. En þetta er í raun og veru, hann mun örugglega vilja þetta. Já. Sko, hann þarf að tala við sitt fólk vegna þess að ég held að hann treysti sér í kosningarnar innan flokksins. Hann getur bara bent á að alltaf farið til andskotans eftir að hann hætti. Og þetta sé svona bara einhver svona gamaldags púritanismi, me bad, ég bara hagða mig betur næst og eitthvað svoleið. En hann fer auðvitað ekki framboð nema hann sé bara skoða baklandið, að hann fái það. En hann hefur eitthvað tíma, ég meina þú verður eiginlega, ef þú hefur áhuga á þessu, þá verður eiginlega bara að gefa þau upp í kvöld eða fyrramálið. Það er svo stuttur tími í þetta. Það er það. Það er bara að vera að tala um það að það þurfa að fá nýjan leiðtoga innan viku. Það er meira að segja með að teygja allar reglurnar í raun og veru verður erfitt nema það að flokkurinn sameinist eitt leiðtoga sem er ekki hægt að sjá nema hérna. En Boris Johnson veit að ef hann á ekki eftirkomu, þetta er eini möguleikinn hans fyrir comeback. Vegna þess að eftir segjum það að einhver annar er kosin og því hans flokkurinn tapi, þá kemur hann ekkert aftur, þá er hann bara gamli tíminn. Það er möguleikinn hans núna. Já, við sjáum til við hérna höfum svona temmilega gaman að þessu að fylgjast með raunum íhaldsmanna í Bretlandi, systurflokk Sjálfstæðisflokksins, en við náttúrulega finnum til með Bretum að hafa þetta yfir sér. Guðmundur. Jú, þetta er svona, þannig er bara staðan, það er allt í mólum hérna, en þetta líka afhjúpar það hvers konar kreppu hægri flokkar ættu að vera. Og vegna þess að hugmyndafræðilega er búið að nýfrjálshyggjan er hrunin hugmyndafræðilega. Það er engin tilviljun að hægri flokkar almennt að færa sig yfir einhvers konar hægri populisma. Eins og sést til dæmis í Svíþjóð og Skandinavíu vegna þess að þeir vita það að það er eina leiðin til þess að halda völdum. Já, og að sömuleyti sjáum við að svona óm af því hér heima með aukinni hörku Sjálfstæðisflokksins í innflytjendamálum. Nákvæmlega. Við pælum í því þegar að fara að líða landsfundi Sjálfstæðisflokksins hérna heima, en ég þakka þér kærlega Guðmundur fyrir að staldra hérna við og segja okkur frá raunum Liz Truss í Bretlandi. Takk fyrir kærlega. Takk. Og hér að eftir augnablik að þá höldum við áfram og við ætlum að segja femínískar fréttir. Já, nú
Já, í hverju viku að þá förum við yfir það sem við kallum femínískar fréttir og til að gera það í kvöld hingað komin María Pétursdóttir. Velkomin. Já, takk fyrir það. Hvað býður upp á í femínískum fréttum? Heyrðu, ég ætla kannski aðeins að segja frá dómsúrskurði sem að fjall á Indlandi nýverið. Í máli konu sem að hún áfrýjaði máli sínu að fá að undirgangast fóstureyðingu fyrir 20. aðra viku meðgöngu sinnar til Hæstaréttar þar í landi og Hæstiréttur dæmir henni í vil á mjög afgerandi hátt og í rauninni ítrekka En eru þungunar bönnuð í Indlandi? Já, sko, það er það sem er svolítið svo sérkennilegt í þessu máli, sko, að fóstureyðingar eru bannaðar, eða þungunarof, nema það varði við heilsu, líf og heilsu, móður eða bars, eða nauðgun ef giftar konur er að ræða, en ekki ógiftar. Má maður nauðga ógiftar konum? Þetta er svolítið svona loðið allt sko í kerfinu og það er alls konar hefðir og eitthvað líka. Er það því að konan er eign mannsins? Já. Og þá verið að eyðileggja eign mannsins? Já, og það er líka, það er rosa munur á svo eftir hérum og eftir bara stétt. Þannig að hún alltaf allt þetta stéttasystem hann á Indlandi. Þannig að þetta verður rosalega flókið. Var hún gift eða ógift? Hún var sko gift en þeir samt mæla í dómnum ógiftar konur líka. Þannig að hann í rauninni fer og þetta er í fyrsta skipti sem að þeir þykja í rauninni ávarpa og leggja út með þessi reynsluheim kvenna, það sem að þeir taka mark á upplifun og reynslu kvenna. Þeir eru að leggja línunar og þeir eru líka að ávarpa dómara í landinu og er að hvetja dómara í landinu til þess að taka nótis af þessum dóm. Þannig að þetta þykir alveg rosalega merkilegu dómur. Og já. Og einhver sigur í þessu stríði fóstureyðingar, nokkrir ósigrar í gangi. Já, en það er líka, sko það búið að vera svo mikið stríð þarna á Indlandum, bara þú veist að það er verið að fremja fóstureyðingar í einhverjum bakvörðum og einhverju svona óbrotnu fólki og dómstólar hafa kannski ekki bent verið að vinna í því að koma veg fyrir það, en núna er einhvern veginn verið að snúa algjörlega við einhverju stefnu og það er undanförin 2 ár hafa Kólumbía, Mexíkó, Argentína, Suður Kórea, Suður Ástralía afklappað fóstureyðingar eða annarkvort að hluta fullu. Þannig að það eru svona breytingar Sierra Leone, Nepal, Chile hafa líka verið að vinna í það áttina. Á sama tíma Bandaríkjanna að fara í hina áttina? Á sama tíma Bandaríkjanna að fara akkurat 5 áratugir eftir í tíman. Þannig að þetta er svolítið athyglisvert að skoða þessa þróun í heiminum. Og og Vesturlönd í rauninni eru ekki í farabráti lengur. Þannig verið að þrengja þessu í Póllandi og í Ungverjalandi. Einmitt. Og svona búist við því að þessi vona einhverju svona í að fela í Ítalíu. Já, það er bara ekkert ólíklegt sko. Þannig að þetta eru líka, svo er þetta svona, þú veist alltaf spurningin líka annarkvort lagasetningu landana eða stjórnarskrávarinn rétt. Þannig að þetta er svona... En þetta mál, 22 vikur, hvað er það? Ég kann ekki 4 töfluna. Það eru 5,5 mánuður. Það er eiginlega 5 mánuður, rétt rúmir. Hvernig náði konan því að fara... Upp í þennan tíma? Já, upp í Hæstarétt, þessu tíma. Ég þekki ekki þá sögu alveg. Hún lítur að fengi... Það var það fyrsta sem ég hugsaði. Þú myndir ekki náði á Íslandi. Nei, það var fyrsta sem ég hugsaði. Það náði að verða ólétt og að komast upp í Hæstarétt. Nei. Það var fyrsta sem ég hugsaði sko. Þannig að hún hefði fengið flýti með fyrir, þannig að það er eitthvað meira hún hlýtur að hafa fengið í rétti þegar það var bara valið þetta mál alpottet sem eitthvað mannréttindamál og á baku lítur það að vera einhver mikil umræða í Indlandi. Já, alveg það hefur verið undanfarið mikil umræða sko
lítinn rétt kvenna og Akkúrat. bara stjórnlaust ofbeldi gagnvart konum. Já, á Indlandi, einmitt. Og Þess vegna líka menn hafa verið ljósi sýknaðir fyrir hóp nauðganir. einmitt. Í ljósi þessa þetta náttúrulega líka nefnilega einmitt svo ofbáslega merkilegt mál. Og varðar svo, og það er náttúrulega svo ofbáslega margt fólk líka á Indlandi, margar konur. Já. Þannig að þetta skiptir Svona 700 milljónir á að giska. Já, eitthvað svo leiðis. Þannig að þetta skiptir miklu máli upp á bara heiminn allan. Ok, hvað er það að vera? Heyrðu, svo kannski aðeins að minnast á MH-málið aftur. Það var í fréttunum í vikunni að það er einhverjir drengir strákar eða ungir karlmenn í MH sem að hafa kvartað til rektors eða lagt inn formleg mótmæli undan því að nöfn þeirra hafi verið rituð á spegilinn í inn á kvennaklósettinu? Já, inn á klósettinu þegar Var það kvennaklósett eða er það ekki í kvennaklósett lengur? Ég veit það ekki, bara er ekki alveg viss, sko. Einu sem var kvennaklósett svona hugtak? Já, núna náttúrulega verið það sem að konu voru til dæmis að segja hvort annarri að vara sig á þessum dreng. Hinum á þessum dreng, einmitt. Ég veit ekki hvernig klósettin eru þarna, hvort þau séu kynlaus eða hvort þetta séu karla og kvennaklósett. Það hlýtur að vera allan eitthvað kynlausklósett. Út af þessu? Þeir eru að kvart undan einelti, já. Hvað á að gera við þá? Og það er spurning, hvað á að gera við þá? En rektor sendi bréf á nemendur og hann segir í þessu bréfi að það séu mál einhverja þeirra muni fara í ferli líka. Þetta voru 6. Nefnir hann mál drengjana og segir, eru þið með einhver klögumál á hendur þessum drengjum? Ég veit ekki, nei, hann held ég orðar ekki svoleiðis, það er þetta skoða þetta bréf held ég, það er held ég inn á MBL eða eitthvað svoleiðis í heilu lagi, en þetta eru einhverjir 6 strákanöfn sem eru skrifað á spegilinn, 3 þeirra eru og voru komin í formlegt ferli. Út af ásökunum á hendur þeim? Já, út af ásökunum á hendur þeim og núna vera tekin fyrir mál einhverja af hinnum líka, sko. Þannig að sem ekki var komin fram ásökunurum. Nei, einmitt. Og verður sannlega eitthvað kafa dýbra ofan í það, hvort að þeir þessi ástæða. Þetta er snúið mál, já. Algjörlega. Og líka því líki ljósi þess að þetta eru kannski er þetta börn, skilur þú? Mjög líklega. Já, það er náttúrulega búið að stytta framhaldsskólan þannig að það eru 2/3 börn. Já, einmitt. Þannig Helvitis nýfrjálsíkar stytti framhaldsskólan. Já, segðu. En hvað, já, þetta er margsnúið. Þetta er margsnúið. En veistu gott að sé til eitthvað svona áætlun? Nú ætti að búa til áætlun, þetta taka hann upp miðjan nóvember. Já, og hann ítrekka það nú rektorinn í þessu bréfi að hann fagnar því að farin sérst að staðvinna í samvinnu með krakkana. Að uppfæra og bæta þessar áallanir allar og viðbrasa áallanir. En nú er sagt trúum sólundum. Já, það er það sem gerir þetta líka mjög flókið. En svo var ekkert sagt að það er betra að mann ekki gott að það var sagt 10 sekir væru lausir heldur en að einn saklaus sæti í fangilsi hvað gerum við maður svoleiðis? Ég veit ekki. Erum við kannski bara í svona siðferðislegu bara í hvirfilbyl? Já, ég held við séum í svolítið svona einhverju update og við þurfum og ég held að pendullin sé alveg að sveiflast hægri vinstri, sko. Og þessi lægi að vita ekki. Já, ég þarf ekki að vera með alveg línu og vita allt. Það er hægt að vera bara ráðþróta gagnvart einhverjum svona siðferðislegum vanda. Nei, sko ég held að við séum ekki bent ráðþróta, ég held að við séum bara svona fót okkur aðeins og ég held að við séum svona smám saman að koma staðið við hvað er best að gera í stöðinni. Ég held að við finnum alveg út úr því, sko. Ég hef alveg full að trúa því. Það er mjög nærrið því að vita það. Já, ég held að. Þetta er að koma. Þetta er alltaf að koma. Þetta er alltaf að koma. Ok. Þannig að og við sjáum það kannski, við sjáum það líka á, sko, þó að því dómstólar eru náttúrulega sko einhvern veginn ekki að fylgja með í svona málum, sko. Og sömu þessum málum bara ekkert erindi í dómstóla. Nei, en svo erum við bara samfélagið þarf að geta tekið. Já, og það er nefnilega málið. Og það er kannski það sem við erum að sjá líka. Og það er eins og til dæmis nú var Anna María Bjarnadóttir að fá hugrekisverðlaun Stígamóta í ár. Konan sem var kveikjan að KSÍ-málinu. Já. Og hún steg fram á samfélagsmiðlum í maí á þessu ári og segi frá
því að 2 íslenski karlmenn, fótboltamenn, hafi nauðga sér á hótel í Kaupmannahöfn? Já, þar hafa hann orðið fyrir hópnauðgun og 2010. Það var rannsakað og svo rannsókn var felld niður? Já, og henni var áfrýjað og hún var líka felld niður í Hæstarétti, en hún er samt að hljóta hugrekisverðlaunin, þannig að samfélagið og allt sem búið að ganga á innan KSÍ eftir þetta, samfélagið trúir henni. Það er alveg augljóst. Alltaf að stígamót, það samfélag. Já, og ég held í rauninni... Stærsti hluti. Ég held í rauninni meirinn stígamót vegna þess að sko, annars væri ekki allt sem á undan gengið búið að ganga á innan KSÍ og búið að endurnýja allt þar. Það rekur við að þjóðin hafa bara mist á á karlalæsinu. Já, það er bara málið sko. Það veitir ekki hvernig maður að horfa á þetta. Nei. En svo er náttúrulega fótboltinn sko, eða knattspyrnu heimurinn. Og blessunarlega bara geta ekki neitt sko. Þannig að það er svo auðvelt að... Akkurat núna. Já, það er mjög auðvelt að já. Bara láta það ekkert fylgjast með þeim. Já, en ég hef nú kannski ekki skoðan á því hvort það skipti einhverju máli. En allavega. Já, ég trú á svona tækifærismennsku alveg sáleitsins. Já, ég hef fulla trú á því. Þú fulla trú á því, ok. En það eru fleiri einmitt vandamál innan knattspyrnu heimsins. Nú er sko mál Gylfa Þórs Sigurðssonar. Hvað er það statt? Það er statt þannig að hann er ennþá fastur í Bretlandi og nú var verið að ræða við varaformann utanríkismálanefndar, fyrsta varaformannin Njál Trausta Friðbertsson flugáhugamann. Já, hvort að hann ætli ekki eitthvað að ræða málefni Gylfa og fundi nefndarinnar og gera eitthvað eða reyna að hafa einhver áhrif. Það hefur engin áhuga á þessu máli samt. Það er svo magnað. Hvað er alltaf að fá hann lausan eins og... Ég eiginlega skilða ekki sko. Þetta er ofsalega skrítið mál. Hann er sko sakaður kynferðisbrot gegn barni. Þess utan veit engin neitt þetta kom fram meðal bara fyrstu vikunni en síðan eru bara liðnir sko 1 og allt ár eða næstu við það. Já, þetta er ofsalega skrítið. Hvað er að frétta þessu máli? Ekki nema bara konans og barn eru komin til Íslands og veit ekki meira. Hann er í farbanni. Já, pappans er að reyna að fá lögheimilegans flutt en það gengur ekki sko því að hann þarf að mæta sjálfur með passan sín eða skírteini og sanna tilvist sína á Íslandi og það getur hann ekki gert. Þannig að þetta er bara, hann er bara einhver pattstaða. Getur hann ekki breytt lögheimili? Nei. Nefn að koma sjálfur? Já, nefn að koma sjálfur. Hver er þetta það? Ég veit það ekki, en svona er þetta veirt. En hvað finnst þér að hann mætti koma heim? Ég held bara... Þannig skilar þetta að pappans vilji fá hann heim? Það er náttúrulega skiljanlegt. Það vil, bara foreldrar vilja náttúrulega bara passa på börni sín. Þetta er mikil raun að vera í svona limbói. Já, en það er samt, ég meina, hversu alvarlegt er þetta mál og hvað er í gangi, skilur? Maður áttar sig ekki á því. Kannski er alveg fullkomin rök fyrir því að... Ég held að það sé ekki eins og í breskum fjölmiðlum búið að segja nafnið það, sko. Það er bara á Íslandi. Já, ertu viss um það? Já, það eru reglur í Bretlandi að það megi ekki. Nei, en svo er það dómsúrskurður það megi ekki. Sko. Já, en svo hefur það kannski líka eitthvað að gera með ensku úrvalsdeildina. Hann er að spila náttúrulega eða var að spila með Everton og það eru á bakvið, hann eru náttúrulega gríðarlegi fjármunir og Þú meinar að það væri áfall og það er máli í gangi í eitthvað öðru leikmönnum sem eru í svona mál? Já, það er eitthvað nauðgunarmál sem að ég er nú ekki mikill áhugamaður um þetta en ég sé þetta svona það er eitthvað slík mál í gangi Einmitt. Og fleiri í rannsókn þannig ég held að ég minnst það ekki líklegt að það sé eitthvað neginn að það sé eitthvað að hafa einhver áhrif Nei, kannski ekki, maður veit það ekki Mjög gengur hægt að rannsaka það mál Það gengur alveg grunsamlega hægt. Það er ekki komið fram ákæra eða neitt. Nei, einmitt. Ok, hvað er það með mér? En samt sko, þeir hljóta nú að þurfa samt einhver sko dómstólar í Bretlandi, hljóta að þurfa einhvern rökstuðning fyrir því að fá mann dæmdan í farbann svona svakalega lengi. Maður myndi halda það. Það er eitt fangi í Bretlandi, Julian Assange, sem að þeir halda bara auðvitað dóms og laga Já, það er enda bara alveg rosalega endalaust í sko fangelsi þar sem að hann er bara í einangrun ég held að hann fái að hitta konuna sína 2 vikur
einmitt. En þannig að Bretarnir eru bara geta komist upp með hvað sem þetta í hug. Það er náttúrulega bara, Bretland er bara Ekki farið til Bretlands. Nei, við skulum ekki fara þangað aftur. Þetta var meira. Herru, ég ætla aðeins að kannski skjóta inn í lokin fréttum af Elnas Rebaki, írönsku klettaklifur konunar sem að hefur verið fjallað. Þetta eru ekki klifrað innan hús. Já, þetta samt kallað klettaklifur, hún var að keppa í klettaklifur, Asíuleikunum í klettaklifri og hérna, með hárband en ekki með hárband en ekki hijab, ekki slæðu og það voru fólk hafði miklar áhyggjur af henni þegar það heyrist ekkert frá henni, hún hefur verið færi þannig til sendiráðsins eða eitthvað svo leiðis og mótmælendur túlkuðu þetta sem stuðningsyfirlýsingu. Já, þeir gerðu það og líka því að hún póstar bara óhrædd myndir af sér sko og hún hlýtur að hafa haft tíma til þess að hugsa þannig á milli sko, býtu á ég að pósta þessum myndum á Instagram, ég er ekki með hijabið. Þetta var svona moment eins og svartu hanskarnir 1968. Já, akkurat. Já, en reyndi svo ekki vera það. Svo kemur hún heim, svo postar hún afsökunarbeiðni á Instagraminu og er mjög miður sín yfir því að hafa glemt hijabinu og talar tímaskort og eitthvað svona. Hún vil ekki vera næstu 20 árin í fangilsi. Nei, eða vera dæmd eða tekin að lífi eða gumma þetta hvað sko. Þannig að og það er skiljanlegt. Já, það er mjög skiljanlegt. Það er ekki að gera kröfur á alla þessu. Og svo kemur hún heim og þá eru fréttamenn á flugvellinum og mikið af fólki á flugvellinum að taka mótinni og meðalans fréttamenn sem að stilla henni mjög uppi við vegg sko, hvað finnst þér mótmælunar, eða fólki sem er að misnota nafnið þitt og tala að þú skilur og hún einhvern veginn eyddi þessu, einhvern veginn reyndi að eyða þessari spurningu, hún svaraði hann ekki beint en hún var alveg rosalega þvinguð virtist vera að tala en hún er allavega heila húfi ennþá og það virtist ekki vera búið að gera henni mein ennþá en það er spurning hvað verður, hvort hún fá að vera í friði þannig að maður allavega svona setur nafnið hennar bak við eirað. Já, það er verið að tókast á hana hvoru liðinu hún til. Já, akkurat. Herðu, þú kemur með meira fréttur næstu viku. Já. Við segjum þetta gott í bíli feministkar fréttir. Núna ætlum við að fara að ræða stöðu íslenskunar. Þeir koma hingað til mín Ármann Jakobsson og hann Rögnvaldsson. Eiríkur Rögnvaldsson. Þeir koma hérna og tala íslensku eftir augnablik. Tilefni núna í dag er það að Ármann Jakobsson prófessor skrifaði grein á Vísi þar sem hann talaði að baráttan til verndar íslenskunni væri fullveldisbarátta. Án íslenskunnar myndum við tapa tilgangnum að því að vera hér með fullveldi. Og hann er hingað kominn, Ármann Jakobsson, og annar prófessor, Eiríkur Rögnvaldsson, er kominn hérna líka. Herðu, Ármann, hvað ert að meina með þessu? Erum við á ögurstundu? Ég held að ég hef sett fullveldið í fyrirsögnina vegna þessara hugmyndir að íslenska sé bara eitthvað svona sérstakt tiltekrið afmarka mál sem tengist engum öðrum málefnum samfélagsins og hægt að bara hafa svona einhverju góðu horni þar sem hægt að ráða málefnum íslenskunar en sé kannski ekkert mjög mikilvægt og jafnvel svona tiltölulega léttvægt og fyrir bara einhvern afkima málfræðinga og íslenskufræðinga. Þannig að ég vildi vekja athygli á þessu að íslenska er ekki bara... Þú ert að meina þetta samt? Já, íslenska er fyrir okkur sem einstaklinga sem ölust upp með íslensku sem móðumál, þá er íslenska svona kjarni hugsunar okkar og þegar við glötum henni, þá ef heimurinn glataði henni, þá erum við eins og útlæðar í heiminum, sagði ég og var að hugsa til fólk sem hefur gert það víðum heim, sem hefur þurft að eyða fullorðins árunum talandi annar málin sitt, móðurmál og svo er þetta sjálfstæðsmál vegna þess að þegar innflytjendur fjölgar svona hratt
þá er þetta talsverð hætt og það verður 2 mál í landinu og þetta hefðu Íslendingarnir átt að sjá fyrir mörgum árum. Þetta fjöldi innflytjenda tengist evrópska efnahagsvæðinu, frelsi til flutninga og mér finnst að íslensk stjórnvöld sem þá voru hefðu átt að byrja að setja miklu meiri peninga í íslensku kennslu strax á 10. áratugnum, en þá var hún ekki í tísku. Þannig að það þarf að kenna innflytjendum íslensku til þess að við getum viðhaldinni. Til þess að við getum skilið hvort annað og tala saman. Þú veist, auðvitað getum við tala millimáli eins og algengast núna eins og ensku. En ég hef nú búið í útlöndum, til dæmis Danmörku, og þá töluðu Danir ensku hana, svo fóru að tala dönsku hver við annan og ef ég hef ekki skilið hana, þá hef ég ekkert vita hvað þið voru að tala og það sem þið töluðum á sínu eigin máli var það sem skipti mestu máli. Hvað segir þú, Eiríkur? Erum við á högurstundu? Já, það náttúrulega svo sem búið að vera að segja alveg síðan á 19. öld sko, Íslandingar sé að fara í hundana og alltaf verða unga kynslóðin sem er að fara með í hundana af því að það alltaf sko eldri kynslóðin sem hinn sjálfskipaði dómarinn sem setur viðmiðin og lítur svo á öll frávik frá viðmiðunum séu sko til hins verra en ég held að sé samt ástandið sé svona hvað ég maður segja varhugaverðara núna heldur en oft hefur verið einmitt út af þessari út af ýmsu, náttúrulega út af gífurlegum þjóðfélagsbreytingum og tæknibreytingum og ekki þá síst út af þessari miklu fjölgun innflytjenda og svona bara yfirleitt sókn enskunar á öllum sviðum. En á 19. öld þá var íslenskan endurreist að einhverju leyti, eiginlega nútíma málið jafnvel búið til, verður ég að þetta segja? Jú. Og ég einmitt í svona sjálfstæðisbaráttu vanda. Jú, það er alveg sko. En það er náttúrulega, fólk er stundum að segja, já, íslenskan liði þetta af þessi dönsku áhrif á 19. öld og svona að við skildur ekki lífa að þessi ensku áhrif. En það er ólíkur saman að jafna, sko, dönsku áhrifin á sínum tíma, þau náðu ekkert til, sko, almennist, þau náðu fyrst og fremst til fólks í þessum fáu þorpum sem þá voru, til kaupmanna og embættismanna og alls ekki til barna og máltökuskeiði sem er náttúrulega viðkvæmasti aldurinn. Og það voru náttúrulega heimlik dönsk áhrif í ritmálinu og þau voru svona rekinburt að talsverðu leyti. Út af svona sem hluta sjálfstæðisbaráttu og sjálfsmyndar uppbyggingu þjóðarinnar. Já, einmitt að sem sagt til þess að Íslendingar náttúrulega notuðu íslenskuna í sjálfstæðisbaráttunni til þess sko fyrst og fremst að réttlæta sjálfstæðisbaráttuna fyrir sjálfum sér til þess að sýna fram á að þeir væru eitthvað sérstakir og þá náttúrulega skipti máli að færa málið sem næst fornmálinu, útrýma dönskum áhrifum og svo framvegis. En það að gera stór átak að kenna innflytjendum hér íslensku, veistu það vera raunhæf hugmynd? Ég sko raunhæf og ekki raunhæf, ég held að þessi bara óhjákvæmilegt ef við ætlum að viðhalda íslenskuna á annað borð og það er náttúrulega eins og Ármann segir sko, þetta er svo margþætt, það er oft talað sagt að tungumálið sé fyrst og fremst samskiptatæki og það er auðvitað rétt, það er það, en það er jafnframt menningarmiðlari á milli kynslóða, tenging okkar sagt, við bara sögu og menningu landsins og við erum að hafa það í huga líka og svo náttúrulega þetta að eins og Ármann nefndi líka sko, þessi hætta verði þjóðin verði alveg tvískipt, það verði fólk sem talar íslensku notar hana og svo fólk stór hluti þjóðarinnar sem bara talar ekki málið og þá erum við komið klofið þjóðfélag og við höfum bara séð það í löndunum hér í kringum okkur sko, hvað það getur verið alvarlegt þegar einhver talsverðu þegar stórir hópar einangrast á þann hátt, það er hættulegt fyrir náttúrulega vont fyrir fólki sjálft, vont fyrir menninguna og vont fyrir lýðræðið ef að stór hluti fólks bara getur ekki tekið þátt í lýðræðislegu þjóðfélagi. Nú eru lönd þar sem eru mörg tungumál
Sviss til dæmis. Í Sviss eru 25% landsmanna erlendi ríkisborgarar. Hér er það slá yfir 16%. Það er gríðarleg fjölgun á þessu ári. Þetta er móðum. Það er lýðræði í Sviss. Það má ekki heldur gleyma því að fólk hér sem kemur hingað talar yfir ekki sitt móðumál á Íslandi. Það talar ekki sitt eiginmál, það talar ensku við okkur. Það er farið úr einu máli, ekki yfir í annað. Heldur er það að tala svona millimál sem er einfaldara mál. Og það verður alltaf einhvern veginn í stöðu útlendings, svona utan við það sem mestu máli skiptir. Og það er áhugavert að Íslendingar tala svolítið eins og það sem verið að pynta útlendingar til að læra íslensku. En maður heyrir þessar raddir ekki mikið frá sjálfum innflytjendum. Þeir biðja meiri íslensku kennslu, þvert á móti. Stundum heyrir maður að, þú veist, akkur eftir ég læri íslensku, ég fyrir vinnuna, þar þarf allir pólsku. Ég fyrir heim, þar þarf allir pólsku. Ég fyrir út í búð, þar þarf allir pólsku. Akkur eftir ég læri íslensku. Það er bara vantar hvatan. Já, það vantar hvatan ef námskeið ekki í boði og ef það er ætlast þess að fólk læri þetta bara á kvöldin fyrir svefninu þegar það þreytast. Ég meina, það er auðvitað ekki mjög hvetjandi þegar kannski fólk sér ekki þörfina strax, en auðvitað þeir sem ílendast á Íslandi, þeir fara að sjá hana, auðvitað. Það er þannig að fólk sem býr hérna lengi, það áttar sig alveg á að það verður að læra tungumálið, alveg eins og við lærum tungumálið. Íslendingar læra tungumálið þegar búið í Danmörku og Svíþjóð og alls staðar annars staðar. Þessi umræðum að við séum góð gestgjafi við hættum að tala íslensku, hún er hvergi nema á Íslandi. Ég verði ekkert var við hana annars staðar. Finnst þið að gera það? Mér finnst stundum, ég heyra það að það sé einhvern hátt gott að tala ekki íslensku við útlendinga. En maður verður ekkert var við þetta annars staðar í Evrópu. Í Fraklandi talar fólk frönsku mann og í Danmörku talar fólk dönsku og ef það talar hann ekki þá er það skilgreinum mann sem útlending. Og það er náttúrulega eitthvað sem fólk hefur kvartað yfir hér, að þessi skilgreint sem útlendingar á reyndu einhvern veginn. Fólk prófar ekki íslensku áður að það skiptir yfir í útlensku. Það svona gefur sér að einhver sé útlendingur bara því hann er að selja en kaffi eða eitthvað svoleiðis. Já. Það er stundum kostuleg samtöl sem maður á við að panta sér eitt kaffi. Já. Það segir maður einn espresso og svo þarf maður að þýða það yfir á ensku. En þú hefur verið að gagnrýna þetta við þessu verið að fara yfir í ensku bara í hvernig fyrirtæki og þjónusta kynni sig. Já, það er náttúrulega fyrsta lagi náttúrulega er það bara samkvæmt lögum þá eiga auglýsingar sem er beint að íslensku neytendum, það er eiga að vera á íslensku. Það er alveg skýrt ákvæði lögum það. En þar fyrir utan náttúrulega finnst mér að það eigi að vera bara sjálfsagt mál og metnaðamál og þurfi ekki að vera neina laga skylda fyrir fyrirtæki sem starfa hér að nota íslensku. Íslenska er opinbert mál og maður heyrir þetta oft og heyrir fólk segja þetta, það er miklu einfaldar að nota ensku því það skilja hana allir og það er svo mikið vesinn og dýrt að vera með tvær útgáfur á íslensku og ensku. Við þurfum að ná til allra í landinu, allra innflytjenda. Háskólinn er nú í farabróti þessu, skipta bara kursunum yfir á ensku. Háskólinn og háskólan náttúrulega almennt eru dálítið sér á báti vegna þess að þeir eru skilgreindir sem raun og veru alþjóðlega stofnanir í vissum skilningi og það er auðvitað mikilvægt bara fyrir akademiska menntun að fólk geti farið á milli landa og svo framvegis. En þegar við erum að ná til ef menn nota það sem rök að það þurfa að ná til allra og þá sé þægilegast að nota ensku og þá erum við bjóða því heim að verði bara mjög fljótlega hætt að nota íslensku yfir leitt vegna þess að það er hægt að nota þessi rök á svo mörgum sviðum. En er þetta ekki þrættur Jakob, Ármann, að þú sett að draga
athygli að útlendingum eins og þessu ógn við íslenskuna. Því að við finnum það sem eigum börn að þar enskan hefur greiðan aðgang bara frá internetinu og öðru. Svo það þannig að við tökum bara svona innflytjendasvæði bara, hvað ég segja, bara Brooklyn í Bandaríkjunum, að þar amman talar ennþá grísku, þó svo að barnabörnir séu búið að tala við að það sé einhvern veginn verið að tala það niður að fólk fái að viðhalda sínu móðumáli. Það jafnt mikilvægt fyrir innflytjendur á Íslandi að viðhalda sínu móðumáli, pólskunni, rúmenskunni eða úkraínsku. Ég segi það náttúrulega í greininni. Ég legg sérstaka áherslu að við höfum lagt litla rækt líka við að hjálpa fólki að halda í sín eigin frummál. Og þetta náttúrulega ein grein af 4 sem ég skrifa. Þannig í þessari var áherslan á innflytjendur. Í hinum áherslan á netið og aðra þætti, þannig að þess vegna tala ég sjálfstæðu fullveldi í þessari grein. En getur við ekki haldið sjálfstæðinu þó að séu 6% Pólverjar sem eiga sitt pólska samfélag á Íslandi? Jú, alveg hugsanlega, en það verður samt að hafa í huga að þú ber saman Ísland og New York, þá ertu að bera saman mjög ólíka hluti. Ísland minnsta þjóðtunga Evrópu, langminnst, og þeir sem eru næstminnstir, eistar, þeir hafa verið miklu harkalegri í sinni tungumálapólitík en við nokkuð tíman. Þannig að En það ekki út af þjóðtingsástæðum því að þeirra hópur rússneskur? Já, ég meina það skiptum, frakkar eru líka mjög harðir, þeir eru harðari en við, þeir hafa meiri ágjur en við, þó þeir séu 50 milljónir og við séum 300.000. Mér hefur fundist Íslendingar taka þessu allt og mikið sem gefnu og ég held að það tengi svona pínulitlu oflæti í íslenskri sjálfsmynd. Íslendingar tala ofta eins og þeir séu svona næstu jafn stórir og bandarækjumenn þó að munurinn sé talsverður og við verðum að vera svolítið raunsæ þegar við horfum á möguleika íslenskunar í heiminum og það, ég hef líka tekið eftir þessu umræðum samskipti ensku og íslensku og það stundum tala eins og íslenskar sé sterki aðilinn en það náttúrulega víðs fjarri, íslenskar alls ekki sterki aðilinn, það enskan sem að yfirtaka heiminn nema það sem fólk ver sig eins og í Frakklandi, þar eru ansi hörð tungumálulög en við erum í raun og veru í varnarstöðu eðlilega þannig að það má ekki snúið sér svona á haus að tala eins og íslenska sé eitthvað sérstætt yfirsett tungumál. Þegar ég vann á Mokkanum fyrir 30 árum, ég vann á Mokkanum þá ótrúlega með virðast þá hafði ég einhvern tíma fyrirsögn á ensku því ég var sá dagskrárablaðið og þá var sjónvarpsþáttur á ensku og ég setti fyrirsögn á ensku og þá hringdi gamall blaðamaður í mig og sagði þú getur ekki haft fyrirsögn á ensku, það kunna ekki allir ensku og mér fannst þetta svo gott að vera myndur á þetta að það til fullt af Íslendingum sem ekki farið í háskóla þeir kunna bara ekkert ensku mjög vel og ég held reyndar almennt að Íslendingar kunni ensku verð en þeir halda og þess vegna munið vakna upp í vondan draum ef íslenskan ekki. Svo það aldrei góð samskipti þegar fólk að tala saman á ensku sem hefur gorut enskumælandi í raunina? Nei, þá það náttúrulega, þetta lækkar stíð, þetta fer á lægra plan eins og Halldór Laxness hefði sagt. En Eiríkur, það að vera með stefnu og reynda að vera með einhverja varnir. En tungumáli kemur einhvern veginn út úr samfélaginu og samskiptum fólks og það hefur bara það breytist eftir því. Ekki hægt við kannski teljum það að vera of líklegt að við getum stoppað þessa þróun og það sem að við gerum til þess geti orðið aftrandi fyrir þá sem að búa hér? Við náttúrulega... Hefur ekki bara sleppt þessu og það kemur ekki út úr þessu? Svolítið pólska inn í íslenskuna og ég meina það var gríðan enska inn í íslenskuna. Já, það er alveg ljóst og ég hef aldrei verið neitt sérstaklega hræddur við þó að séu tökorð úr ensku eitthvað svolítið, tökorð þau koma og fara ef þau eru nauðsynleg, reynast vera nauðsynleg að gagli í málinu nú þá laga þau sig yfirleitt að íslensku og við hættum að taka eftir þeim sérstaklega og en aftur á móti ef að það er grundvallar munur á því að komi einhverju þættir úr ensku orði eða jafnvel setningagerðir inn í málið og svo það að íslenskan bara láti undan síga hún að enska sé notuð á einhverjum ákveðnum sviðum eða einhver önnur tungumál séu notuð af einhverjum ákveðnum hópum án þess að þeir hópar
kunni íslensku. Þá hérna held ég að það sé að hætta á ferðum en hérna auðvitað getur fólk haft þá skoðun að þetta eigi bara að láta þetta fara svona og bara sjá til hvað komi út úr því en það verður þá átt að segja á því að það er engin leið tilbaka við náum ekkert ef að íslenskan missir einhver svið. Hversu hratt geta tungumál svona dáið svona þessu leyti eða orðið hornreka? Mjög hratt, ég var fyrir 1,5 kynslóð raun og veru, já ég var styttra, raun og veru ég var fyrir 3 árum þá var ég hlustaði ég á fyrirlestur hjá írskum málfræðingi það hvernig írskan hrundi og tilfelli það kom mér mjög óvart, ég hafði aldrei áttað mig á því að þetta tók svona hvað þetta tók stuttan tíma, þetta tók 30-40 ár á nú man ég ekki lengur nákvæmlega hvenær þetta var hvort það var í loka 18. aldar eða einhvern tímann miðja 19. öld, það skiptir ekki máli en það er hægt að sýna fram á það að það tók ekki nema 30-40 ár að írskan raun og veru hrindi auðvitað sko og 15 ári í þann tíma var komið svona point of no return já, býst við því sko, já, með ég segja það upplifir þú það þannig að við séum í einhverju svona já, það sem ég á hraðferð og ég segi ekki, það sem ég finnst vera mitt hlutverk og okkar er að benda á hvað er undir þú veist, og það er það sem ég er að reyna að gera í þessari grein, að segja það að sleppa íslensku, að láta hana hverfa af sumum sviðum láta hluta landsmanna aldrei fá neitt aðgengi að íslenskunni það er, fólk þarf að skilja hvaða áhrif það hefur, ekki líta svo á þetta sé eitthvað bara enga áhugamál nokkra málfræðinga eða kúrista, þetta er stór mál fyrir samfélag, þetta kallar á allt öðruvísi samfélag það þarf, mér finnst það er svona einhver stefni í þessu, að Íslendingar þurfa svolítið vera svolítið vita hvað þeir vilja í þessum málum og með því að segja fólki hvað er undir þá er það betur og risa átak og það kalla á milljarða 10 milljarða ef við horfum á næstu sko 20 árin þá er þetta að tala umtalsverða fjárfestingu í því að viðhalda íslenskunni. Já, við fjárfestum það var fjárfest í máltækni áætlun núna seinasta kjörtímabil slíkir fjármunir, svipaði fjármunir og þjóðin fór nú ekki á hausinu það og svipaði fjármunir í íslensku kennslu fyrir útlendinga myndu skila sér talsvert vel tilbaka. Þú veist, þetta er það sem þarf fyrir mál og menningu er ekki mjög dýrt. Þetta er ekki peningar til verkfræðinga. Fólk sem stundar hugvist er alltaf miklu lægra kaupi. Þannig að það er hægt að fá mikið fyrir lítið stundum. Þannig að, en auðvitað allt sem öll svona varnarbáta kallar á einhverja fjárfestingu, þetta gerist ekki alveg ókeypis, en það hefur svolítið verið hugar fara Íslendinga til menntun og menningar, hún hefur helst að vera bara alveg ókeypis. En það er ekki möguleiki held ég. Það er nú hellinga liði sem að tekur þátt í að venda íslenskuna með aðfyslum hvernig fólk talar. Það eru sjálfbóðar, það eru sjálfbóðar út allt. Já. Eiríkur, þú hefur fundið svolítið að því að það fólk gengur hart fram? Já, ég held að það sé ekki rétta leiðin sko, og muni ekki berga íslenskunni. En varðandi 19. öldina, þegar íslenska var endurist og þú segir að það hefði fyrst og fremst verið vandamál yfirstéttarinnar sem að hún tók þá upp alþýðumálið og hið fornamál. Það var gert með svona vakningu. Það var ekki gert með svona... Ég veit ekki hvort það er að segja hún hafi tekið upp alþýðumálið svo sem, en og sko þetta kannski gerðist ekki fyrir en á fyrst og fremst kannski upphafi 20. aldar sko þá þegar kom almenn skólaskylda með fræðslulögum 1907 þá var hægt að fara að boða svona koma boðskapnum til allra barna. Samræmda íslensku heiða út máliskum og ýmisleg menningar verðmæti sem að hurfu þá. Já. En til þess að því að þú vísar á sjálfstæðisbaráttu og þá þarf að vera, eða fullveldisbaráttu, þá þarf að vera einhver svona andleg barátta. Það þarf að vera vakning. Er hægt að búa hana til með... Mér finnst ég sjá hana svolítið núna. Mér finnst viðhorfið
núna 2022 vera allt annað en var fyrir hrun. Þá var eiginlega valla hægt að segja neitt svona aðeins að vera bara útrópaður sem einhver forn kall. En mér finnst þetta hafa breyst, í atvinnulífið á þeim tíma var mjög fýsandi þess að skipta bara alveg yfir í ensku. Það er ekki alveg sömu viðþorf núna, maður fær jákvæðari strauma. En ekki enskan fyrirferða meiri núna heldur var þá? Hugmyndunar hafi kannski breyst. Hún fyrirferða meiri í afþreyingar menningunni vegna tækninga, menn það bara óhjákvæmilegt. Þú veist, það eitthvað sem hefur gerst og þarf að huga að. En auðvitað það ekki endilega óskneins. Það miklu frekar bara afleiðinga því að þessi tækni, afþreyingarefni, þetta kemur allt frá Bandaríkjunum og frá enskumælandi löndum. Og þess vegna eru börn að spila tölvuleiki og það engin íslenski tölvuleiki til að spila á móti. Þú veist, þetta bara að sumir þetta mjög eðlilegt bara eins og bíómyndirnar á sínum tíma. En við þurfum einhvern veginn að bregðast við þessari þróun með því að gera meira fyrir íslenskuna. Það náttúrulega hefur verið sko núna bara, maður sé bara núna undanfarna mánuði, gífurlega mikil umræða íslenskuna, miklu meiri heldur en nokkuð tíman áður held ég. Útrúðu fasti gestur í öllu kjæft á þá. Já. og ég meina, sko, þetta alls konar umræða en ég held að svo umræða, sko, hún skipti gífurlegu máli vegna þess að hún fær fólk til þess að hugsa þetta, hugsa tungumálið. Það náttúrulega sko megin forsendan vegna þess að sko við erum eins og maður var nú að tala áðan sko við tökum þessu sem alltaf sjálfsögðum hlut sko bara íslenskan sé hérna og verði hér áfram án þess að við gerum nokkuð sérstakt til þess. Það ekkert þannig. Og það heldur ekki þannig að hún hljóta glatast. Það ekki þannig þú veist að sama hvað við gerum þá muni íslenskur hverfa á 50 ári. Það alls ekki sama hvað við gerum. Nei, það ekki alltaf að draga línu á milli svona tveggja punkta. Þróunin hafi verið þess átt og þeir eru hljótun átt. Nei, hún getur snúið við bara með hugarfarsbreytingu. En þetta til þess að gera það, ég talaði við Agnieszku Sokolovsku Ég sá að þú varst dreifðir því við. Já. Og hún lærði íslensku. Ég man einhvern tímann talaði við hann þá sagðist hann að mennast tekið sér sérstaklega á þegar börnin voru komin í skóla til að geta hjálpa þeim. En hún var eiginlega við það að gefast upp á að tala íslensku. Af því að sko í hver skipti hún mætti ekki opna munnin á þess að væri leiðrétt og það að hún talaði með pólskum hreim var aldrei nógu gott. Þannig hún upplifði það, hún myndi aldrei komast inn í íslenskt málsamfélag. Þannig að til þess að þetta virki, þá þurfa Íslendingar svolítið að breyta sko afstöðu sinni til þess hvernig íslenskan töluð. Það nákvæmlega það megin atriði og ég hef búin að tala mikið fyrir því sko að við áttum okkur á því að íslenska alls konar, það íslenska með hreim, þetta tala íslensku með hreim, það þetta tala íslensku með ófullkomnum beygingum og skrítinni orðaröð og svo framvegis, það samt sem áður íslenska. Og sko ég held að sko það sé bara grundvallar atriði til þess að íslenskan lifi áfram. Það að okkur takist að auka umburðarlyndi og Íslendinga gagnvart alls konar íslensku og þetta má auðvitað ekki vera þannig að fólk hrekist frá því að læra málið vegna leiðréttinga og athugasemda og eitthvað svoleiðis og að menn skipti alltaf yfir í ensku þegar heyra að viðmælandinn ekki alveg fljúgandi færi í íslensku. Það íslensku notur svo svipa. Já. Og man ekki hvernig norða, það var svona eins og það var eiginlega engin svo hann gæti ekki sko tala niður til henni. Nei, og svo þetta líka sko að sem maður hefur heyrt að þetta að skipta yfir í ensku þegar menn heyra að viðmælandinn sko kann ekki íslensku fullkomlega að það sé nota svona til að gefa til fólki til kynna að það ekkert heima hérna sko. Já. Hvað segirðu þetta? Ég held að það sé ákveðin. Íslenska þurfið að sko að stækka dyrnar. Já, en ég held að sé svona fjölþættur afstöðu vandi í gangi vegna þess að fólk kemur hingað sem vinnuafl og oft í láglaunastörf. Þá svona ákveðin svona hofmóður í gangi hjá Íslendingum og það ekki mikill áhugi kannski á menningu fólksins sem að koma. Þú veist, fólk hefur ekki mikil endilega áhuga á nýju Íslendingunum, það hefur jafnvel litið það sem gesti, tímabundna gesti. Það var nú alræmt hvernig Þjóðverjar kölluðu Tyrki gestavinnumenn á sínum tíma, jafnvel í margar kynslóðir, af því það var hugmyndin var þessi að fólk að koma og svo fer það aftur og það engin ástæða til að kenna þessu fólki í íslensku
eða að hafa mikinn áhuga á því bara pólverðarnir eru líklega stærra hlutfell af landsmönnum á Íslandi í dag heldur en að Tyrkir voru í Þýskalandi á þessu tíma. Já, og þetta auðvitað, þú veist, ég hugsa að það sé svona ákveðin fjölþættur afstöðu vandi í gangi, en það líka auðvitað hvimleitt eins og Eiríkur nefnir að þú veist, hver skipt sem maður byrja að tala íslensku þá segir fólk, það eitt sem fyrir rosalega í taugunum mér og það þegar fólk ber fram með raungum áherslum og þú veist, þetta svona þessi gamla umræðum menning íslensku, menn finna eitthvað sem fyrir í taugunar á þeim, það einhver í gamla dag tölum en bara hver var skýrmæltur í útvarpi og hver var ekki skýrmæltur. Þetta var náttúrulega tæki til þess að afgreina sig og lyfta sér upp og tala rétta íslensku og vitna í Íslendingasögur og stundum var þess að rétta íslenska ekki endilega rétt, þú veist, oft gekkur út að breiða út eitthvað sem var ekki endilega réttar en hitt, þannig að þetta auðvitað eitthvað sem við þurfum að hætta að gera. Auðvitað líka vandamál orðaforði, það stórt vandamál, Íslendingar hræddir og útlendingar skilja sig ekki, þú veist, þetta samskipti sem kalla á nákvæmni og fólk óttast leið og það hefur minnsta grunum að viðmælandi sé útlendingur að það fái ranga pöntun eða það fái ranga vöru eða eitthvað svo leiðist. Þannig að þetta auðvitað, og þessu hef ég lent í sjálfur að því að leiðbeini útlendingum, að þú veist, maður hefur áhyggjur af því að maður segja þeim eitthvað á íslensku sem mjög mikilvægt og það segja já, en hafi kannski ekkert skilið það. Þannig að þetta auðvitað eitthvað sem við þurfum að eiga við. Ég segi það sem auðveldast að gera, það að auka frambóðið til muna, vegna það beinlínis búin að kvarta yfir því að það sé ekki nægilegt frambóð, það sé ekki náðu sveigjanlegt. Þetta svolítið frambóð af íslensku. Já, einstaklingum sjálfum innflytjendum falið algjörlega annast sína eigin íslensku menntun, nánast. Það ekki verið, þú veist, þetta gerum við ekki við börnin. Þú veist, börnin ekki sagt, já, svo máttu fara í skóla þú vilt. Þú veist, tíma. Já, þannig að, og svo vinnur 12 tíma á dag og svo fer í skóla. Þú veist, þetta gerum við ekki við þau. Við þurfum að líta svo á, og þetta skrifa nú Eiríkur sínum tíma, að þetta sé eðlilegur hluti af því að flytja til Íslands, sé að hluti af tímanum fari í íslensku kennslu hjá öllum. Það sé bara hluti af vinnuvikunni og bara eigi að gerast á þeim tíma sem fólki hendar best. Þannig að þú veist, ég held að þetta sé nauðsynlegt og þess kannski tekið sterkt til orða með fullveldi og sjálfstæði, því mér finnst mikilvægt að fólki sem tekur ákvæmlega starfsamt að skilja þetta ekki eitthvað dútl og fygt sem aukaatriði, heldur þetta mikilvægt fyrir samfélagið sem heild. Herðu, ágættur prófessor, við höfum talað hérna áður þetta mál við innflytjendur og meðan ég var að tala við ykkur þá ætla ég að endurtaka þessa umræðu í næstu viku hérna við Rauðaborðið íslenskuna með innflytjendum og sjá hvort að það verið öðruvísi áherslu sem að koma þar. Já. En Ármann og Eiríkur, kæra þakkir. Hér á eftir tölum við aðra ógn sem að stafar af Íslandi og það hryðjuverkaógn. Tilefni núna í dag það að þá er komið að annarri ógn heldur en þeirri sem stafar að íslenskunni, það svo kalluð hryðjuverkaógn og hingað komin Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur. Þú velkomin. Takk. Hryðjuverkaógn, hvað það? Er það eitthvað annað heldur en bara ógn af glæpum og ofbeldisverkum? Já, einmitt. Gott á skildir spyrja að þetta væri fyrsta spurningin, að því að þetta einmitt svona atriði sem að ég svona byrja á að leggja áherslu á áður ég byrja að tala hryðjuverk. Einmitt hvað aðgreinir hryðjuverkaárás frá bara annari árás. Og mér langar að byrja á að segja sögu. Nei, ég ætla að skjóta inn sögu. Að því að ég hef verið að kenna kent afbrotafræði mörg ár og alltaf með tíma hryðjuverk og byrjaði að kenna í New York þegar ég bjóð þar, International Criminology, og þar fórum við alltaf í hryðjuverk og þar var ég með mjög fjölbreyttan hópa nemendum og það sem ég fannst svolítið skemmtilegt að gera að þegar við byrjum að tala hryðjuverk þá lýsti ég árás
og svona lítilega og svo sagði ég hvaða upplýsingar þurfið þið til viðbótar til þess að geta sagt mér hvort að árásin sé hryðjuverka árás eða ekki. Og þegar ég fyrst byrjaði að kenna þetta 2012 þá sko, var eins og þú getur rétt að ímynda þér, þá var fyrsta spurningin hvers trúar er gerandinn og hversu mörg eru fórnarlömbin og allt þetta og svo fórum við inn í umræður út frá því að og þetta kemur svolítið inn á það að sko ég vissum að þegar ég legg þessa spurningu fyrir á næstuðan þegar ég kenni það að þá mun ég ekki lengur fá þessa spurningu hvers trúar er gerandinn sko, af því að það er bara breyst svo mikið, við erum fann að hugsa Það var fólk þá að fiska eftir í hvort að við hvort að væri múslimi en ef hann væri ekki múslimi þá var hann líka bara klikkaður Já, þá var hann klikkaður Múslimi getur ekki verið klikkaður Já, einmitt og þetta Trúin er klikk Trúin er klikk sko í sjálfu sér og þess vegna þarf ekki að skýra það frekar sko Þannig er þetta að tala svona eins og almenningur horfir á þetta það lítur að vera ykkur í þínum fræðum og hjá löggunni lítur ykkur skilgreining á því hvað er hryðjuverk Já, en sko og það er líka áhugavert að því að sko það er engin svona alþjóðlega samþykkt skilgreining á hryðjuverkum, hún er mismunandi skilgreiningin er mismunandi á milli landa og mismunandi á milli svona alþjóðlega stofnana sem að fást við að rannsaka og safna upplýsingum hryðjuverk, en svona víð og algeng skilgreining er að það sé beiting á ofbeldi eða hótun beiting á ofbeldi þar sem tilgangurinn er að valda almenningi verulegum ótta til þess að ná fram einhverjum pólitískum breytingum. Þetta er þessi svona einfalda og víða skilgreining sem er bara eins og þú heyrir sko pínulítið erfitt að því leyti að sko að segja til dæmis var markmiðið að ná fram pólitískum breytingum, hver skilgreinir það? Það hlýtur að vera sko gerandinn einn eða gerendur einir vita hvert raunverulegt markmið var sem getur verið flókið og það eru auðvitað sko valdhafar, sitjandi valdhafar sem hafa þá þetta skilgreiningavald. En svo skilgreiningin samkvæmt íslenskum lögum, hún er sko miklu víðari en samt miklu þrengri og það verður eftir hvernig lítur á hana. Ég skrifa hana því mannan ekki, hún er sko eina þeir sko flóknustu svona lagalegum skilgreiningu. Samið í nefnd. Já. Sko samkvæmt íslensku lögum er brot sem getur verið manndráp eða líkamsárás eða að brenna, að kveiki einhverju flugrán eða röskun á umferðaröryggi sem er gert í þeim tilgangi að valda almenningi verulegum ótta eða þvinga með ólögmætum hætti íslensk stjórnvöld eða erlend stjórnvöld eða alþjóðastofnanir til að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert eða í því skyni að veikja eða skaða stjórnskipun eða stjórnmálulegar, efnahagslegar eða þjóðfélagslegar undirstöður ríkis eða alþjóðastofnana. Og þú tekur eftir að ég legg áherslu á eða sem er náttúrulega vandamáli við þessa skilgreiningu er að hún verður alveg svakalega víða því að það er svo margt sem getur komað undir. Ég stoppaði við umferðar. Já, raska umferðar. Já, það er bara það sem að Sturla Jónsson og vörubílstjórinn gerðu í Ártúnsbrekkunni er hryðjuverk. Saka þessu. Sem meikar enga sens. Sem meikar enga sens. Það er bara mótmæli eða franski bændur að sturta skarna fyrir framan eitthvað ráðuneyti. Vandamálið eru auðvitað að sko löggjafinn eða valdhafar geta eftir ákveðin geðþótta skilgreint hvenar ákveðin ólögmæt aðgerð, hún er ólögmæt að því að hún er ekki hvenar hún er skilgreint sér hryðjuverk, sem skiptir auðvitað mjög miklu máli að því að öll viðbrögðin eins og við þekkjum í dag á Íslandi erum farin einhvern veginn höfum bara skýrt dæmi öll viðbrögðin breytast eftir því hvort að árásin falli undir skilgreiningu hryðjuverk eða ekki. Og eins og bara á Íslandi að þá sko það að hóta hryðjuverka árás fjöldamorði. Já sko þú þarft ekki þeir ætluðu að fara og
gera árás á árshátíð í lögreglunar. Já, en Það hefur gælt við á hugmynd. Já, en sko bara almennt undir þessu lagarama að þá að hóta árás sem ekki flokkusis hryðjuverk, að þar tekur allt annar refsirami við, en ef þú ert að hóta árás, hvort sem að fórnarlömbið þín áttu að vera 2 eða 22, að þá liggur við ævilangt fangelsi. Þannig já, að það er hryðjuverk. Þannig að punkturum minn var að það skiptir auðvitað verulegu máli hvernig hvað er. Það er bara í þessu máli sem við erum að tala í kringum svolítið. Já. Við vitum lítið um það. Einmitt. Að þá er það náttúrulega upp á líf og dauða fyrir verjendunar að skilgreina þetta sem eitthvað svona eitthvað annað. Bara eitthvað villisigang í óþróskuðum úlingum. Já. Og já. Því það er refsi rammin er svo ólíkur. Já, það er bara ákkurat málið. En á hverju er það? Á hverju til hvers þurfum við að hafa þessa skilgreiningu á hryðjuverkum sem svona mikla ógn við hvað almanna hag? Sko, mín skoðun er að við þurfum ekki sérstaklega að því að árás er árás, að við þurfum ekki sérstaklega þetta sérstaka lagaramma utan þetta, að árás er árás, ofbeldi er ofbeldi. Þess að sömdu þetta er á því að þetta sé eitthvað ekstra alvarlegt. Einmitt. Og þess vegna erum við með þetta hryðjuverkatal. Já, þess vegna erum við með þetta hryðjuverkatal. En sko... En samt, Margrét, það eru glæpamenn sem að fremja ofbeldisverk og svo eru hryðjuverkamenn sem að gera það í pólitísku tilgangi. Já. Skjóta mig eða þig til þess að hafa áhrif á okkur allt annan á meðan að ofbeldisfólkið skýtur bara mig og þig fyrir þess að alltaf meiða mig og þig. Já. Þannig þetta fyrirbrigði til. Auðvitað og auðvitað og þetta er auðvitað, ég er ekki að gera lítið úr alvarleika málsins, hvorki þessa mál sem er nýskeið á Íslandi eða öðrum árásum. Það sem ég er að segja bara er að lagalega séð að og að þessar skilgreiningar að þær séu það víðar að það geti ákveðni valdhafar geti haft eitthvað svona geðþótta ákvörðunarvaldi yfir því hvenær að árás er skilgreind sem hryðjuverk og hvenær ekki, og það geti haft gríðarlegar afleiðingar, ekki bara fyrir gerendur sem er kannski, ef við tækjum það út og það ætti að vera aukaðatri, þá líka bara það getur haft gríðarlega áhrif á til dæmis stuðning sem allar varnaðar aðgerðir fá, allar svona hugmyndur að varnaðar aðgerðir, og það náttúrulega bara besta dæmið er bara strax í kjölfarið á þessari er ekki orðið svona flesti farnir að tala meintu hryðjuverka undirbúning eða meinta hryðjuverka undirbúning, að þá kemur til að þessu frumvarpi forvirkar rannsóknarheimildir. Það var nú til, það er bara sótt upp í skúfu, hún kemur reglulega fram. Það er bara að vera að leita rétta mómentinu til að ná því í gegn. Og þarna kom sem er næstu eins og hryðjuverkamenn hugsa, sem er að búa til svona að fella lögmæti stjórnvalda til þess að koma ykkur í gegn. Þá eru stjórnvaldur ofta að leita nógu miklum ótta í samfélaginu til að koma ykkur tilteknum lögum í gegn. Ég ætla nú kannski, maður geti líka nefnt útlendingalögin í því samhengi að fjöldi útlendinga, þá er tækifæri til þess að koma í gegn. En ég ætla ekki að vera ríkjum saman, ég er bara að segja að... Nei, ég skilði, einmitt. Það er bara að valda almenningi ótta til þess að mótmæla eða koma einhverju skilabóðum áleiði, En En ef við förum leitum að dæmum að það hefur verið talað og ég skoði Twitter-reikninginu á öðrum þessara drengja og hann var að fylgja svona hægri öfgamönnum eins og sagt í Bandaríkjunum og algjörlega bandarískur veruleiki sem hann lifði í. Og þar hafa verið töluvert svona hægri hryðjuverk eða ofbeldisverk eða ég veit ekki hvað er þetta að kalla árásin á þinghúsi, það er ekki hryðjuverk eða hvað? Já, það var nú, ég veit ekki, það er ekki skilgreint, ég held að það hafi ekki verið ákært sem slíkt, en náttúrulega skapaðist mikil umræð að þetta falli undir skilgreiningar hryðjuverka og ætti að vera litið á sem slíkt.
auka árás, sko. Og hér í umræðinni var svolítið talað það að þetta væri ekki svona hægri legt að ráðast á stofnanir samfélagsins. En í Bandaríkjunum það hægri öfgamenn sem að ráðast á grunnstofnanir samfélagsins. Já, einmitt. Og já, sko það er náttúrulega samt sko fleiri dæmi að almenni borgarar séu skotmarkið, en það eru einmitt mörg dæmi í Bandaríkjunum líka. Það er eins og þetta einn staðista árásin þarna Timothy Wade, hvað var það, 95? Það var FBI byggingin og einmitt hverju var hann að mótmæla, einhverju skonar inflytjenda löggjöf og fyrirverandi hermaður, og það er, þegar ég hef skoðað þetta, eins og í Bandaríkjunum, þessi öfgahægri hópar í Bandaríkjunum, þessir árásamenn, þar sko hvað eiga þeir svona sameiginlegt, það er ótrúlega hátt hlutfall af þeim eru fyrirverandi hermenn og svona hafa einhvern veginn tilhneigingu til þess að sjá heiminn í svart-hvítu ljósi eða svona. Vinir, óvinir og mínir félagar. Einmitt og skipt þannig upp sko, og hver raunverulegur óvinurinn er svo breytilegt á milli hópa og virkar stundum svona arbitrary næstu því, sko, hvort það bara útlendingar, hvort það eru konur, hvort það eru frjálslynd eða liberals, samkynhneigðir og einhvers konar heilsugæslur sem að framkvæma þungunarrof. Já, og ef við erum í Bandaríkjunum, hvort sem það er einmitt þessi, hvort sem það er menning, hvort sem það er kynþáttur eða uppruni eða kyn, eða sko þá er, hópurinn sem að þessir, skulum kalla á hryðjuverkahópa, ráðast gegn, eru mismunandi, en er það hatursglæpur? Já, og svo ef maður lappar inn í kirkju og drepur fólk þar, er það hryðjuverk eða hatursglæpur? Það er bara alls ekkit skýrt, og ég hef einmitt verið að velta því fyrir mér, að því að núna það sem hefur eins og svona The Global Terrorism Database, sem er svona þar sem að öllum með mestu upplýsingum hryðjuverk er safnað og hefur verið safnað mjög lengi, og gefa út árlega skýrslur þar sem er farið yfir bara allar skráðar hryðjuverka árásir á heimsvísu, að í þeim skýrslum hefur komið fram síðustu að svona almennt hefur hryðjuverka árásum fækkað nema hryðjuverka árásum sem eru skilgreindar sem öfgahægri. Þetta á við bæði í Bandaríkjunum, en þetta á líka við í Evrópu. Að þeim hefur ekki fækkað og þeim er að fjölga svona á allra síðustu ári. Bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu. Og svona og þá velti ég fyrir mér hvort að það sé vegna þess að hluta til, vegna þess að það sé orðið algengari að þessar árásir og þessir hópar séu núna skilgreindir sem hryðjuverkahópar og hryðjuverkaárásir, og var áður kannski sem hatursárásir eða hatursglæpir. Það sé öðruvísi talið. Það sé öðruvísi talið, öðruvísi skráð, það má vera, en svo bara að svona fylgjast, að því við erum að tala um Bandaríkin, að fylgjast með því sem er að gerast þar, það er að minnstakosti, og náttúrulega bara Trump og allt í kjölfarið á því, það er að verða eitthvað svona, hvort sem það er skilgreint sem hryðjuverk eða sem hatursglæpir, að það er náttúrulega ástandið hefur verið að versna og hefur verið að versna mjög mikið. Þar talar Trump bara Proud Boys eins og svona brúnstaka sem að fara og berja á anstæðingum hans. Já. Hendið honum út úr salnum og þannig það er líka bara svona, ég veit ekki hvað að kalla svona, þetta er bara ofbeldispolitík. Já. Þannig ofbeldisfull mótmæli og síðan klassa saman mótmæli þar sem að fólk slæst, það er ekki hryðjuverk og ekki hatursglæpir eða eitthvað, það er bara pólitísk átök. Já, og þetta er mitt sýnir svolítið skilgreiningavanda, hvað ertu með? Er að því að sem líka skiptir máli, að því að ef við ætlum að fara að skýra, hvað til dæmis bara skýrir það einstaklingur gangi í svona
hryðjuverkahóp eða öfgahægri hóp frekar en annar, að þurfum við þá ekki líka bara að fara að skýra það hvers vegna stjórnmálaleiðtogar eins og Trump eða eins og Putin, á hverju þeir eru árásagjarnir eða ákveður þeir ráðast inn í önnur lönd, hvað eru við að fara að skýra og þannig ég bara svona ekki áherslu á svona smá flækjustig. Ofbeldið í samfélaginu og viðurkennt og stofnanaðvægt. Já, einmitt að en svo eru þannig svona fríliðar sem eru með sitt eigið ofbeldi. Já, og sko og það hafa náttúrulega sko rannsóknir verið bæði á svona hryðjuverkahópum, fólki sem tekur þátt í hryðjuverkahópum, það er hvort sem það er svona sem hafa tengsl við íslam eða öfgahægri og séð svona hvað einkennir þessa hópa og eða þetta fólk og það er sko, þá sjáum við að til dæmis bara að það verðist ekki vera mikill munur á til dæmis þeim fólkinu sem fór til dæmis frá Vesturlöndum og fór að berjast með ISIS eða ISIL og fólkinu sem er að berjast með, eða mönnunum, þetta er nú aðalega kallar, sem er að berjast með svona einhverjum, eða taka þátt í einhverju svona öfgahægri hópum. Þetta er ekki svipaði karakterar og svona miða við allavega þær rannsóknir sem er til sem eru nú ekki mjög margar, en þetta er ekki endilega að því að sko félags- og efnaðarstaða, að minnstakosti þeirra sem fóru að berjast með ISIS, var mjög mismunandi, þetta var ekki endilega verst setti hópurinn. Sá hópur var ekki trúaðist í hópurinn, þetta er hópur sem var illa að sér í íslam til dæmis, það var auðvelt að túlka fyrir þá Kóraninn en sko kannski voru þau líka að sækjast bara í ofbeldið frekar heldur en í trúna? Algjörlega sækjast í ofbeldið frekar en trúna og svona hópur sem upplifði ranglæti, upplifði svona mismunun og upplifði einhvers konar óþægindi að heimurinn væri að breytast of hratt og þau væri að missa og virðingu. Já, og það með öfgahægri hópinn er algjörlega svipað þrátt fyrir að er svona svipað því leyti að það er svona einhver ótti við að missa virðingu, missa statusinn sinn, að það sé alltaf breytast rosa hratt og einmitt að búa til eitthvað óvinn og sko að öðru leyti eru þessi menn ekkit endilega, það er ekki geðræn vandamál. Það sem átt að vísa í svona skynjunina á þróun samfélagsins eru bara meginströms stjórnmál í Bandaríkjunum. Já, akkurat. Að við sem að missa Bandaríkin. Akkurat. Út af spillingu, út af innflytjendum, út af uppgangi kvenna og svartra sem er að taka á okkur réttindi. Þetta er bara, þú þarft ekki að fyrir hryðjuverkamenn til þess að segja þetta. Þetta er bara kosningar af það. Einmitt. Já. Og að því þú segir þetta, þá finnst mér áhugavert að að því ég verið að lesa einhverja svona greinar það hvað er og þar sem að fókusin hefur verið á Evrópu og svona hópa einhverja nasista, nýnasista og öfgahægri hópa í Evrópu og þá verið að tala sko hvað er hvernig getum við gert að komið í veg fyrir svona róttækni og að menn fara að leita í svona hópa og þá er það, já við verðum að eiga svona opna umræðu, það verður að mega segja allt og þannig að það þurfi ekki að fara í einhverja svona samsæriskenningar, það þarf að hafa allt upp á borði og það þurfa allar svona raddir að heyrast. En þá ætti að orða svo ekki að skrýmslavæða fólk í umræðinni. Ekki að skrýmslavæða fólk í umræðinni. Þannig að ef þú segir eitthvað sem passar ekki alveg, að þá ertu ekki bara farin alla leið. Ekki hrekja fólk út á ysta jaðar. Það er ákvæmt það sem að hefur verið svona bent á, allavega svona í mínum fræðum, en svo hugsa maður Bandaríkin, einmitt eins og þú ert að segja. Þar er þetta ákvæmt það er ekki, þetta er ekki bara ekki skrýmslavætt, heldur er þetta svona hilt
rætt og viðurkennt að bara fyrirverandi forseti Bandaríkjanna. Og þá klofnar samfélagið alveg. Og þá klofnar samfélagið, sko, þannig að já. Herðu, en ég var að lesa aðeins í skýrslu Europol hryðjuverkaógn og var að lesa hægrið og þá var talað að það hefði mikið breyst á síðustu árum. Já. Og það tengdist svona COVID og byggt á því að út af félagslegri einangrun og hungsfólks og einhverjum ungra manna að það hefði orðið svona svolítið breyting á þessu. Það voru svona nýnæsta hópar skipulaðir með eitthvað fóringja og allir í skónum og eins kliftir og eitthvað svona. Það hefði svona verið einkennið en núna hefði þetta vilja bara farið inn á netið vegna þess að voru engin leið til þess að vera í samskiptum. Og það hefði leitt til þess að þeir sem tengdust þessum hópum og netið væri náttúrulega miklu svona óskipulaðara og óljósara og erfiðara fyrir svona, þau voru að barma sér við því að vera erfiðara að sjá þetta. En tóku líka svolítið svipa því sem var í Bandaríkjunum að því að netið þá bara orðið alþjóðlegt þá flýtur á mikið á milli. Og það voru tvennt sem að nefndu sem svona breytingar í hugmyndafræði sem að vera bakvið. Og þetta þarna, rasismin þarna og hugmyndunum yfirburði hvíta kynstofnsins og þú veist að samfélagin standi ógn af innflytjendum. Það var tvennt sem að bættist við. Annars vegar var svona hugmyndum það að samfélag veri búið að þróa svo langt að það þyrfti að hrynja áður en að vera þetta byggjað upp á nýtt. Og að því vorum að tala svona meginströms stjórnmál, þá þetta bara eins og Steve Bannon talar. Hann talar eiginlega að þurfa bara að brjóta niður bara brjóta allt þetta helvíti og þá það setja byggja upp aftur nýtt. Og þetta væri orðin svo mikið og það leiddi til þess að það veri líkur á því að hægri menn myndu þá ráðast á stofnanir samfélagsins. Svo var annað sem að var að kvenhatur hefði magnast mikið og það var tengt því sem að gæti kallast á íslensku svona nauðar innlífi. Það eru kallar sem að, ég veit ekki hvað að segja, gangi ekki út, eru upplifa höfnun af konum og inn í þeirra grúppu talað konur eins og þær hafi svikið á, að konur séu viðsjárverðar verur sem eldi bara þá sem eiga peninga og það sem hafa eitthvað status og skilja okkur en eftir og ég ekki nógu góður og þarna hafið grassir alveg stórkostleg kvenfyrirlitning sem að mátti skilja að væri hluti af þessu svona bakklasi sem að væri í bara frelsisbaráttu kvenna og samkynniðra og alls konar hópa. Það væri raunverulega í gangi mikil svona hugmyndafræðileg breyting bæða þessu leyti og svo náttúrulega ef þú lifir í heimi í samfélagi sem þú sér fram á að eiginlega ekki bjargandi að það náttúrulega svolítið munur heldur en á því að vera að fara að verja eitthvað sem að sótt að. Akkurat. Þannig að hvort að COVID Já, ég var aðeins byrjuð það var aðeins byrjuð að fjalla þessa breytingum en þess að fyrir COVID. Það að segja bara svona eðli svona hópa væri í raun að vera að breytast á þann veg að við varum að sjá miklu meiri svona lauslega tengdar tengd net hér og þar heiminn sem væru og það væri að koma nýjar hugmyndir einmitt eins og úr að nefna sem að mjög öfgafullar. Það verður hættulegt því að þá þeikir bara einhverjum með einum dreng eitthvað stað í afdölum sem að getur gert eitthvað, það eiginlega skárra að hann sé inn í einhverjum bjánarlegum hírakíu hópi. Algjörlega og svo líka að því að það var þannig að sérstaklega með svona einhverja nasista hópa í Evrópu að þeir voru það var verið ungir menn fóru í hópana og hluti af því var einhvern veginn að sækja í félagskapin, virðinguna og svona hópeflið og að vera vel mertur hluti af því samfélagi og svona útlitslega séð voru þeir ábyrrandi og það líka breytt. Að því að margir af þessum hópum eru, það er ekki bara þessi lauslegu tengsl, heldur engin sérstök merki og það náttúrulega, ef þú ætlar einhvern veginn að fara í einhverja varnaðar aðgerðir eða í löggæslu úr eitthvað að hugsa þannig, að það það náttúrulega miklu flóknara þegar þú ert með hópa sem eru bara, tengja sig ekki við neitt svona
útlitsmerki. Vilja það bara alls ekki. Vilja það alls Og má ég ekki. segja að sko Breivik hafi gefið tónin að vera Akkúrat. bara últra snirtilur, Já, já, últra venjulur, já, já, ekki vera með neitt svona underdog svip. einmitt. Og sko, og einmitt þetta baklas í þessu, sko, svona kynja svona hugmyndu, í þessum karlrembu hugmyndum eða hvað, sko, þessu kvenhatri, það, já, virðist vera svona, já, einhvern veginn að það að verða miklu meira núna og maður velti fyrir sér, sko, þetta, internetið, erum við að sjá bara, hvað baklas aftur á íslensku? Að því ég veit hvað síðasti þátturinn er fjallaði, þá vil ég það ekki hvað. Nei, þú veist hvað, Bakslag. Bakslag, já. Að þetta sé bakslag og svo í bland við bara kemur COVID sem hefur náttúrulega allt sem ætti að ýta undir svona óreiðu og ofbeldi til staðar í COVID og það ekkert skrítið að í kjölfar á COVID séum við að sjá hækkandi tíðni á svona, ekki bara á svona einhverjum öfgahópum, heldur líka bara ofbeldi meðal unglinga og fleiri, sko, og svona fleiri tegundum af ofbeldishegðun, af því að bara félagslega einangrun er náttúrulega óholl og þannig að já. Þannig að það tengist líka svolítið sem hefur verið í fréttum undanfarið. Já. Sem er svona vaxandi hatursorður eða ofbeldi meðal ungsfólks. Já, já. Við höfum svolítið rætt það við rauðaborðið svona. Já, já. Við verðum að vísa bara í eigin reynslu og það sem við tölum við börn og það miðist vera svona tilfinning meðal barna að þetta sé að versna. Já. Það sem að lifa í þessum heimi. Og það er erfitt að vefengja það. Já. Að ef að það er upplifun barnana að þetta sé verra. Já, og mín spá er að þetta muni versna áður en þetta verður betra á Íslandi að því að sko það er alltaf verið bullandi rasism á Íslandi lengi en sko við höfum verið svo einsleit að sko ég veit ekki hvort það sé bara að það sko við höfum ekki upplifað það er stundu talað það að fólk finn ekki sko rasismi byrja ekki einhvern veginn að verða áberandi hvort það er í fólki eða samfélaginu fyrir en að fjöldi þeirra sem eru ekki eins og þú eða fjöldi annara fer svona hækkandi í samfélaginu og þá ferðu að upplifa einhvers konar svona ógna því að það er allt í lagi ef það er einn litaður í öllum grunnskólanum það er bara auðvitað rasismin, hann fer ekki að birtast fyrir en að það er hópur sko og og að því að Ísland hefur náttúrulega bara breyst að þessu leiti að það myndi ekki koma mér á óvart ef að ekki bara meðal unglinga heldur bara á Íslandi að þessi vandamál hér sé að fara að aukast af því að það er það sem að gerist. Ómeðhöndlaður rasismi. Já. Það sem við ræðum ekki hann, rasismann sem hefur grassað í samfélaginu. Já. Og svo þegar tilefni er komið, þegar það eru nógu margir, að þá gýsa hann upp svona eins og ómeðhöndlaður áratugum saman. Já, ég, einmitt. Ég myndi alveg, kemur ekki á óvart ef að þessi vandamál allavega að við myndum sjá þau versna áður en þau fara að batna, áður en fyrir að draga úr þeim, sko. Þá getum við séð svona vond atvik og ofbeldi og mikla vanlíð en áður við komumst þangað á þetta fyrir að skána. Já, ég held að það kemur allavega ekki óvart sko og þú segir að þú segir ómeðhöndlaður rasismi. Já, svona það liggur bara að nerða og við ræðum hann ekki að því að það bara koma fyrir tilefni
og það kemur bara, svo þegar tilefni kemur, þá kemur bara samansúraður rasismi frá 1940 akkurat. Sem hefur bara verið ómeðlaður gennum tímana þegar við höfum aldrei rætt þessi samfélag, við höfum bara afneitað þessi til, en það, og við sjáum það alveg, útlendinga andúð og það er oft verið mælt í könnunum og svona, þó svo að kannski svona meðaltals miðlungsafstæðan sé í lagi, þá er hópurinn sem er með andúð frekar stór. Já, og það fer líka sko, það er svona áhugavert að þegar það er spurt, það fer eftir í hvernig þú spyrð sko, og þegar það er spurt til dæmis það eru of margir innflytjendur á Íslandi, þá er hópurinn hefur ekki verið mjög stór og svo segir innflytjendur eru góði fyrir íslenskan efnahag og þá eru mjög margir sem segja já, en svo fer það að spyrja til dæmis bara aukinn fjöldi innflytjenda mun leiða til fleiri glæpa og þá er það er stór hópur á Íslandi sem er samfærir það sko og aukinn fjöldi innflytjenda frá Miðausturlöndum mun auka líkur á hryðjuverkaárás, stór hópur samfærir það. Þetta þjóðin heila þvegin það. Já, alveg hreint, þannig að það eru svona vandakallin í bíómyndum frá Miðausturlöndum núna í 40 ár. Já, einmitt. Tók við af þjóðirunum og var tímabil Suður Afrikani. Já, hefur breytist. Það er alltaf verið að færa okkur óvinnin gennum menninguna. Já. Og þannig að ég held að þetta sé rétt hjá þér að það bara að tala um þetta og tala um þetta snemma í grunnskólanum við krakkana og Ég talaði við rauðaborði við íslenska konum sem er í Árósum. Og vinnur við það að tala rasisma við þá sem að sína svoleiðis tilhneigingar. Það er gert inn í skólakerfinu og þar eru krakkarnir það er svona, ef þeir eru í áhættuhóp og það er svona mismunandi aðferðir. En þar hefur fólk trú á því að það að opna umræðuna, eins og þú varst að segja áðan, með svona að ekki fara að skrimslavæða þá sem að flagga vinsælum skoðunum, getur við sagt, eða öfga hægri skoðunum eða hvað sem er, að ekki sussa það, heldur að búa til samtal. Að það sé leiðin til þess að draga úr líkonum á ofbeldisverkum. Finnst það líkleg? Já, mér finnst það og ég held að við bara þurfum að gera þetta. Við þurfum að gera þetta núna, að skoða þetta. Hvernig getur gert þetta og er þetta íslensk kona í Árósum? Já, einmitt. Heyrt hana. Já, einmitt. Það þarf að vera og sko, einmitt, þannig að þessar svona aukafullu samsæriskenningar sem eru út allt á internetinu, það ná ekki sko að því að sko hóparnir eru samansettir af, við erum líka átt okkur á því, samansettir af alls konar einstaklingum. Þetta eru einhverjir sem hafa hreinlega hagað því að búa til óreiðu og búa til ofbeldi og svona í samfélaginu. Ótta og ástand og Og til hvers? Til að kalla á hörð viðbrögð stjórnvalda? Til dæmis, sko. Og eða það geta verið ýmsar ástæður, til dæmis að draga athyglina frá okkur öðru. Það eru menn hafa hagað í að svona búa til óreiðu á einum stað til þess að en svo er þetta líka einmitt fólk sem þessar svona hatursfullu skoða, eða þú veist, rasismin í raun og veru ristir ekki djúpt og kvenhatrið ristir ekki djúpt, en það að tilheyra samfélagi þar sem að þú ert samþyktur af því að þú ert ekki í hinu almenna samfélagi, að það þér mikils virði og þess vegna tekur þátt. Þarna finnur einhverja svona það sem að það er borin virðing fyrir þér, þínar asnalegu spurningar og hugmyndir, þeim er bara vel tekið. Ég sé asnalega því að það er svona upplifun sem þú færð annars staðar, en svo er þetta líka bara fólk sem er kannski
er fáfrótt og óttaslegið og og það er hægt að sko mata þannig fólk og þess vegna þarf að ræða þetta þannig að það sé hægt að sko það sé ekki svona auðveldlega haft áhrif á fólk sem að er ekki þar sem að rasismi ristir einmitt ekki djúpt. Byrjuðu að tala hryðjuverk. Já. Og svo erum við búin að tala raunverulega bara ástandið í samfélaginu. Svolítið, eða svona sem að einhver jarðvugur sem getur verið jarðvugur fyrir ræktað upp hryðjuverk eða ofbeldisverk, skemmdaverk, líka bara einelti og annað slíkt. Er þetta allt saman tengt af eitthvað hátt? Er þetta bara svona einhver stigmögnun? Þannig að maðurinn sem að gæti verið í einhverju nýnasta grúpu og verið að eyðileggja leiði í gyðinga, að hann gæti framið stórt hryðjuverk eða sýnt ofbeldi gagnvart konum. Þetta sé einhvern veginn sama rótin. Já, sko, ég held að einhverju leyti þá sé til dæmis bara hvaða viðhorf við höfum til þess að þú leysir vandamál með ofbeldi og hvaða umburðarlyndi við höfum gagnvart árásanhneigð almennt og gagnvart því að beita ofbeldi til að ná fram markmiðinum, að það er svona sama rótin þarna og hvort að við höfum til dæmis hvort okkur finnist í lagi að labba fram hjá einhverjum stúlkum í Smáralind á þess að stoppa og grípa inn í og svona almennt, maður skiptir sér ekki að öðrum og öll svona, ég held að þannig erum við með sömu rót og þetta eru svona viðhorf sem breytast, en svo annað sko það getur náttúrulega, þetta er ekki alveg einfalt, neða þetta getur verið einmitt að svo getur verið ýmsar ástæður, en ég held svona að mörguleiti sé þetta svipurót og líka bara að sko svona almenn stríðsástand í heiminum og það hafa til dæmis flesti spáð því núna að við munum sjá mikla aukningu og tíðni hryðjuverka árása bara í kjölfar Rússland-Úkraínu stríðinu, af því að það er það sem að gerist venlega, bara stríðsátök leiða til þess að stigmagnast dreifast og mynda búa til svona hópa sem verða hryðjuverkahópar og þannig að það er líka sko ef það ríkir ekki almenn friður í heiminum hjá þessum stóru eða bara í pólitíkinni að þá náttúrulega hefur það áhrif. Það getur haft áhrif á svo margt og það sem hefur áhrif í einu landi hefur áhrif á allan heiminn í dag. Við erum bara alþjóða samfélag, það er bara þannig. Já, bara bóða umburðarlynd og frið. Já, þetta er sem bestu vörnina við hryðjuverkum. Já, og ég sko umburðarlynd og frið, umburðarlyndi gagnvart fólki sem til dæmis lítur ekki út eins og við og umburðarlyndi gagnvart drengjum með asnalega skoðanir eins og svo. Já, en ekki þú ert ekki að tala no tolerance, bara hafna því heldur sína umburðarlyndi upp að nota þessar skoðanir eða það er ekki ofbeldisfullar, leði ekki til ofbeldis. Einmitt, en ekkert umburðarlyndi gagnvart ofbeldi hins vegar. Og ég veit að það er rosa mikið af fólki sem er algjörlega ósammála mér núna í þessu að maður eigi alls ekki að vera umburðarlyndur gagnvart orður ofbeldi, segir ykkur? Já, að því að orð séu ofbeldi og þegar ég segi sko umburðarlyndi þá er ég sko Ég veit það ekki og ég gef því alveg séns að ég hef rangt fyrir mér að þetta sé ekki leiðin. En það ég skal vera umburðarlyndur og þólaði það. Já, takk fyrir það. En sko það sem og ég er svona ég líka að hugsa bara hvað er ég að segja sem er byggt á einhverju sem er bara í fræðunum og hvað er ég að segja sem er byggt á bara minni tilfinning og skoðunum og stundum flýtur það saman og ég er ekki alveg viss, bara svona disclaimer að en sko að því að
til dæmis bara, og nú ég var að segja þetta vegna þess að það sé ég að segja núna er byggt svona minni tilfinning og skoðun en ekki endilega fræðan. Það er Margrét sem er að tala. Margrét sem er að tala og þegar ég svona er að fylgjast með opinberi, þegar að tala, fylgjast með svona, nei ekki opinberi, heldur bara svona umræðu á internetinu, að það er ofta þetta mikil heift og ég skil það fólk sem verður fyrir aðkasti að því að það tilheyrir minnihlutahóp skuli upplifa heift og að því að það upplifir alls konar svona áreiti sem að ég mun aldrei skilja og ég mun ekki geta sett mig í spór til dæmis innflytjanda á Íslandi og þannig ég skil það og finnst það bara algjörlega eðlileg viðbrögð við einhverju sem úrt að upplifa í daglegu lífi en svo sér maður hóp sem er bara hópur eins og ég sko, sem er rosa aggressíft á internetinu og túlkar allt á versta veg og kallar fólki illunöfnum og ég svona nappa fólk fyrir nappa fólk fyrir rangar skoðanir og ég hugsa stundum ertu að ýta undir vandan eða ertu að, þú veist, hvað ertu að gera? En svo, kannski er ég bara meðvirk. Þetta er þetta stóru málunum í okkar samfélagi núna. Umræðan okkar er mjög svona skorin teið og tóguð út af þessu, sko. Já. Og að því að þú veist að tala að við erum ekki að tala hlutina, þá erum við líka að geta að tala þetta. Já. Á þess að upplifa við sem að labba á glerbrotum. Já. En það er stundu þannig. Alveg hreint. Nei, ég upplita líka sko eins og sérstaklega bara á þessu samfélagsmiðlum og svo Twitter. Ég upplita svona líka til dæmis þegar og Facebook og annars þar, þú veist, til dæmis hef ég séð þetta í þegar að ungi kallmenn eru í einhverju umræðu sem er kynferðisofbeldi og þeir eru að reyna að læra ég veit að sumir eru náttúrulega bara algjörlega og eru með kvenhattur og hafa engan áhuga en svo sé ég alltaf einn og einn svona vilja læra og býtu hvað er þetta og eitthvað og það þarf svo lítið til þess að viðkomandi sé fordæmdur fyrir að og segja eitthvað pínlítið vitlaust sko og og þetta er svona þessi en þú veist. Þetta, þú byrjar að tala um þetta þegar við vorum að tala um það hvernig er hægt að ekki rekja fólk út úr umræðinni sem er með asnalega skoðanir. Já. Og sem eiginlega það sé forvörn í því að leyfa þeim að vera inni. Já, það er Og þá er það ekki þannig að þú mátt vera inni ef þú segir allt eins og ég vil. Heldur er það að þú mátt koma inn með þína ósiði. Einhver leyti. Ég held að sko að ein leið er auðvitað bara að að tala niður til fólk sem hefur áhyggjur af því að það sé of margir innflytjendur í Íslandi og tala og kalla það illunöfnum og uppnefna það en það mun ekki hætta að hafa þessar skoðanir þegar við gerum það og það mun getur leitt til þess að það safnir saman í eitthvað svona hóp eða við getum bara reynt að spyrja okkur af hverju hefur áhyggjur að það séu of margir útlendingar á Íslandi. Hvað getur gerst? Hverju hefur áhyggjur að? Og þurfum við að hafa áhyggjur að því? Og já, sko ég er ekki einu með þessa skoðun. Ég held að það virki betur og þetta og líka sko að því að Svo fylgir fjölgun innflytjenda ákveðin vandamál. Já. Það er bara, við vorum að tala áðan um íslenskuna. Það reynir á íslenskuna. Já. Ef þú ert í láglaunastarfi þá er það miklu meiri samkeppnisstarf. Það er ekki að sýna fram á að fjölgun innflytjenda hafi haldið aftur á launahækkunum, til dæmis hjá iðnaðarmönnum í byggingarðinni. Það er mikið álag á leigumarkaðinn. Já. Og svo er það svona bara félagslegt mál að þú kannski byrjar að vinna í íspinninum í gamla daga og talaður í kaffistofunni við vinkonuðinnar og nú situr það inn eftir og það er allir að tala pólsku eða tælensku. Já. Þannig það er ýmislegt sko. Það er ekki alltaf fengið með því að bara hafna því að það sé okkur samfélagsbreytingar og það séu allar óumræðilega til þinnis betra. Í því felst ekki endilega þessi sög þeirra sem að koma eitthvað.
Nei, akkurat. Og þetta nefnilega, sko, að því að mikið af fólki sem að tala þetta þú veist, eitthvað, fólk eins og ég, með mikla menntun sem að ekki, er ekki að hafa ágjur á þessu. Nei. En það Og þá geti láglauna fólki sagt, sko, með húshjálp frá Póllandi og fer og þær bílinn sinn þarna þar sem miklu ódýrar heldur að vara þegar innflytjendur og nýtur eiginlega bara góðs að því og fer á veitingastæði þar sem ódýrari matur og slis. En en það svona stjættamunur á því hvernig álagið út af fjölgun innflytjenda kemur sem að mér finnst eiginlega bara eins og engin bara þóla ræða það, sko. Algjörlega. Nú erum við bara að byrja að leika okkur að rappa á glerfótunum. Já. En sko, að því að hún nefni þetta að sko, vandamál tengd innflytjendum og að ræða það, þá eins og í mínu fræðasviði, þá finnst mér áhugavert, sko, eins og öll þessi umræðum aukna tíðni ofbeldisbrota í Stokkhólmi, Svíþjóð, og þegar, að því að það var líka svona, hefur svona ekki, það hefur rætt en ekki rætt og svo þetta orðið eitthvað svona og alls konar sögur og mér þess að erfitt að fá raunverulegar upplýsingar hvað að gerast þarna því að ekki rannsakað og svona og svo þegar maður skoðar þetta. Hvað það? Og þá það sko, einn megin þátturinn til dæmis eins og með innflytjendur eru bara miklu hærri hlutfall í hópnum sem allstaðar á hvaða kynþætti með hvaða uppruna að brjóta af sér eða ungi karlmenn á aldrinum 18 til 30 ára. Ef að sá hópur hækkar hvaðan sem hann kemur, frá hvaða landi sem hann kemur, þá má búast við aukinni tíðni ofbeldis. Ef að þú hærra hlutfall af íbúum eru kallar á aldrinum 18 til 30 ára, þá mun tíðni ofbeldis hækka. Og það það sem að í hópi innflytjenda hefur það verið hærra heldur en það ekki líka bara vegna þess að þeir fá ekki plássin í samfélaginu? Jú, og svo bara eins og Ítalir á austurströnd Bandaríkjanna sem fengu ekki að koma í samfélagið og þurftu bara að rekka sína í mafíustarfsemi. Jú. Það oft þannig, eða ekki? Jú, alveg reitt og þetta bara mjög svona En þú verður bara að bíða í svona 2 kynslóðir, þá þetta búið? Já, einmitt. En sko, og þetta einmitt algjörlega og mikið fjallað og mikið skoðað í afbrotafræði, en bara þessi, þú veist, mér finnst hitt svo að því að það svo einfalt. Það svo einfalt skýring sem að þarf bara að benda á þetta sem að samt ekki. Þetta vandamálið, ekki hvað þetta bara á hvað aldri fólkið og bara það og þá þurfum við kannski að ræða ákvörðun að kallar á þessum aldri, það alls konar. Eitt bara hormonar, þú veist, það alls konar. Og já, einmitt og svo einmitt út af ýmsu þáttum að þá eiga þessir innflytjendur erfitt með að verða hluti af samfélaginu og búa til sín eigin. Og og þá verður mjög, þegar maður skoðar kannanir í Frakklandi, sko líkunar á því að múslimskur maður fái vinnu og það verður alltaf verra, sko, múslimskur maður sem með BA-próf, hann kannski 1 á móti 20 að hann fái vinnu meðan við þann sem með BA-próf ekki múslimi. Það verður eiginlega verra því því oft sagt, sko, þú læri íslensku, þú að gera þetta. Þarna þetta sjá það í könnunum rannsóknum í Frakklandi að það eiginlega verður bara alltaf verra, sko. Það orðið svo rosalega aðgreining og ótti og uggur. Já, en það ástandið mjög slæmt þessu leyti og afleiðingarnar eru náttúrulega bara afbrot meðal annars og það svona smá áreiti eins og þetta segja áðan að úslensku strákur í París sem gengum íþróttatösku, það horfa allir á hann eins og velta fyrir hvað í töskunum. Akkurat. Það alveg. Þetta ekki eitt atvik sem gerist eða 25, þetta eru öll atvikin sem gerast, þú veist, sem að við tengjum ekki við sem höfum ekki reynslu af þessu og finnst kannski einmitt viðbrögð einhvers vera úr svona, hvað segir maður, out of proportion eða þannig og þannig að bara, ég veit ekki
þú veist, við erum byrjað á þessu samtali alltaf. Já, herðu, við byrjuðum að tala hérna hvað verið mikill munur á refsiramanum ef það er skilgreint sem hryðjuverk eða ekki. Heldur að sé hætt á því, að því að ég held að við hafi líka skoðað sko viðbrögð lögreglunar í alls konar málum. Já. Heldur að sé hætt á því hvernig lögreglan hérna í Íslandi byrjaði þetta mál sem við erum að tala í kringum með því að skilgreina sem hryðjuverk á blaðamannafundi. Að það geti reynst erfitt fyrir verjendunar og þessa drengi að losna úr þeirri skilgreiningu. Já, ég held að geti verið erfitt að losna úr þeirri skilgreiningu. Það er mikil metnaður lögreglunar að halda þessu til streitu. Ég bara þór ekki að ræða skilgreinsmálið nættur. Já, ég þór ekki að fara með það sko, en ég held að verði erfitt að losna við það og ég held að sko, og svo þetta er einmitt vandamáli við að það sé ekki skýrt og þetta sé svona svona einhvers konar, ég vil ekki segja algjörlega geðþátta ákvörðun, undir hvað þetta fellur, en það er mjög rúm svona túlkunar skilgreining. Já, og og viðbröðin okkar sem samfélags og lögreglunar og allra verða bara allt önnur leið og það fellur undir þessa skilgreiningu. Og sko hættan er auðvitað hver hefur valdi til að ákveða það sko. Við erum líka, það er bara Hæstiréttur á endanum. Á endanum, en það er hver hefur valdi til að ákveða miklu fyrr sem verður til þess að í hugum okkar eru þessir menn allt aðri menn heldur en ef þeir væru skilgreindir á annan hátt. Það er kannski ekki allir í samfélagi sem að taka marka á þessu, en lögreglan kynnti þetta náttúrulega. Já. Hún kom til okkar Já. Og sagði það að hún hefði afstýrt mikilli vá. Já. Og bara, já, kannski bara hefur hún gert það og ég get ekki, þú veist, ég vil ekki vefengja það. Ég meina, hvað hefur við all þessi skotvopn að gera? Það er eitthvað, og hvort þeir voru að grínast eða ekki grínast, þeir voru með þessar byssur, þessar sjálfvirku byssur og Það er svolítið munur á því, talaði ég af bíljum til einslu, að þeir eru að gæla við að drepa þig, hvort hann eigi sko hellinga byssum heima. Það er svolítið munur. Auðvitað. Einhver sem að er bara heima hjá sér í hlíðunum með áengi skotvopn, það er bara auðvitað, það breytir algjörlega þú, hvort að það falli undir einhvers konar geti mögulega falli undir einhvers konar grín þegar þú ert að viða þig vopna. Já. Og og smíða þau. Já, og eitthvað að hvort sem að það tókst eða tókst ekki eða hversu gæði svona skotvopna sem eru búin til í þrívita prentara, þá er það algjörlega aukaðatrið, bara öll þessi skotvopn. Hvað ert að gera með öll þessi skotvopn? Og þú grínast ekki með árás þegar þú ert með öll þessi skotvopn. En þetta er allavega hefur svona aðeins fengið held ég okkur á Íslandi til að hugsa svona ógn á Úr hverju hún sprettur. Úr hverju hún sprettur og bara svona að já. En sko það hafa bara svo lengi, það hefur svo lengi verið svo mikið af skotvopnum á Íslandi sem ég held að áttum okkur ekki alveg á. Fullt af byssum í umferð. Já. Fullt af fólki með byssum. Miklu meira en í flestum öðrum löndum. Já. Og það er bara þetta er svona kalladótt. Já, safnara og eitthvað og kalladótt, já. Því við leifum þessu samtali að fara út og suður, þá mér lengi dreymt að ná saman að halda skrá kalladótt. Já. Það er svona vélsleðar, byssur, fjallahjól og svona, þú veist, sem að tæki útigrillið, móturhjólin. Þá held ég að þetta sé mesta aukning í nokkri neyslu á síðari tímum. Já. Það eru þess að kalladót fyrir fullorðna menn sem að vilja vera einhvern veginn strákar áfram. Á byssunar, þessar 80.000 haglabyssur og rifflar eru hluti af þessu kalladóti sem hefur samnast upp. Já. Já, ég meina kalladóti er örugglega bara ágætt en mér finnst sko skotvopn, það er orðið hluti af einhverju svona
Já, þegar þú ert með tæki sem getur drepið fullt af fólki á nokkru mínútum heima hjá þér, það bara ég veit eiginlega ekki kalla dót sko, það er svo já það er fullt af fólki í kringum mig sem er svo rosalega ósamála fyrir já, með þetta. Þú pröfur að ræða þetta í kvöldverðarbóði, alltaf hvort þú sprengir það upp. Já. Margrét, þakka þér fyrir að koma hingað og spjalla þetta. Við fórum svona í kringum þetta, en það er erfitt að fjalla þetta, af því að þetta er raunverulega einhverja hugmyndir sem að grassar í samfélaginu, hálf ósnertanlegar. En ég hafði ekki mikið gagn og gaman að því að spjalla við þig. Og þar með er þessum þætti lokið. Rauðaborðið verður hérna á morgun klukkan 5, að þá er helgispjall og að þessu sinni kemur til mín Ögmundur Jónasson og við ætlum að tala pólitík og pólitík. En að öðru leyti þá